Heyra það einn, sko. Heyra það innan 2 tímina upp, sko. Sitt ég alltaf svona. Já. Hvað, þetta ekki lítið liðir eða? Nei, ég þetta aldrei lítill í mér, sko. En gott að hafa Jonathan, sko. Já. Herri, lagið Johnny, hérna, hvað mækniðin býn fyrir? Svona. Já, kannski aðeins upp. Bara svona, já, þannig að hann bara allan að snúi bara svo beint að þér. Alltaf þetta sé svona smá fjarlæg eins og sér hjá mér. Það bara flottur svona, sko. Og svona er ég alveg rúlina. Jésús. Svona er ég alveg nýraður á þessum síma, sko. Já, þetta bara fjárfest í Pixel 9 Pro, kallið minn. Já, ég kannski gera það. Í telandi. Það er fucking geðveikir síma, sko. Já. Ég hef komið með eitthvað Bang Tao Pixel. High production. Já, kæri hlustandi, það er 5. lótan sem heilsar þessum fallega miðvikudegi eða hvernig sem þú ákvast að hlusta á þáttinn. Það er 5. lótan komin í gang, fullu bátur og betur en það. Biggie Bomba og... Heiðar heiti ég. Heiðar, já. Vá, ég er alltaf að glemma þessu maður. Svo erum okkar eina sanna, Jonna, hérna. Já, Jóndan Francisco. Okkar uppáhalds MMA-bardaðamann. Já. Sælir. Velkomin í þáttinn. Takk fyrir það. Það er maður kannski Takk fyrir aðeins laga mækinn betur. Það fyrir eftir Svona. hvernig það að snúa. Já. Svona. Sko, strákarnir mið alltaf við þennan hérna, sko. Já. Já, ég ætla að læra margt frá ykkur, sko. Það er tvær hendur líka takt eftir, sko. Það er svoleiðis. Gekka. Heldur þessi hýjenur sem þið tveir getur verið maður. Herru, gott að fá í þáttinn, Johnny. Já, takk fyrir það. Always a pleasure. Hérna, þú náttúrulega bara varst mjög duglegur á síðasta ári. Já. Á Cage Steel. Já, tók 3 bardaga í röð á 6 mánuðum. Já. Og endalast það glímumótum. Já, ykkur 3 eitthvað. Það voru ekki fleiri. Það voru 3, held ég. 3, ok. Hvernig var síðasta ári? Nei, jú, það voru fleiri. Það er ekki. Já. Hvernig var síðasta, þú varst með 2 sigra á Cage Steel og hvernig varst í glímunni? Ég vann hérna Íslandsmótið, held ég Grettismótið líka. Svo 3. í Mjölnir Open í mínum flokki. Nice. Síðan öðru sæti í hérna Íslandsmót í Nóki. Það er hálfgerður draumur hjá mér að vera eitthvað svona herri, hvernig gekk glímunni og þú bara, býttu nú, hvað sem gull fekk ég? Djöfisins vesen á kallinni maður og vera bara að rifja þetta upp. Það er gott fyrir nonna líka að eiga svona samræðir og eitthvað. Hann var með svo háleit markmið í Jitsin á síðasta ári. Já. Sem hann náði ekki alveg öllum markmiðunum. Það er að tappa mig, sko. Já, er hann ekki búinn að ná því það? Ekki ennþá. Nei, en Nú, ég var nálægt í einu sinni. Það var nálægt. Já, ok. Skíotín þarna. Þegar Johnny svona slakar á og þá á þig til að eitthvað svona geta hoppað. Já. Já, ég fór á æfingu daginn og Johnny og Salli voru þar báðir, sko. Og ég svona byrjaði rosa laust. Já. Svo þeir svona settu vettlinguna á, færa að slaka aðeins á og þá fór ég svona aðeins að taka þeim. Þá nær maður. Já, þetta var góð æfing daginn. Já, þetta var góð. Herru, en það er svona word on the street, Heiðar, að hérna, það var innanhúsmót í Reykjavík þar sem að öllum 50 rótunum var búið að keppa. Já, mér var mér þess að búið sérstaklega að keppa við þig. Já, og þú sagði hvað? Ég var veikur, maður. Hann sagði nei. Ég var veikur. Já. Þú hefðir ekki viljað fá mig í glímu, veistu af hverju? Af hverju? Ég sagði þér hvernig ég væri veikur. Hvað, með hóstaða? Manstu ekki á sunnudeginu þegar við vorum að taka upp Emil? Nei, segðu mér. Já, ég var með magakveisu. Þú varst með maga? Já. Ég kefti einu sinni þannig. Já, ég vildi ekki leggja það á. Það var Ég nýli vann frendi Grettismótið þannig, sko. Í alvörunni. Það var kannski... Það var spenna. Það er kannski bara... Já, það er kannski bara lifehack. No excuses. Þegar þú tekur hérna dabbið, skilur dabbað við hann, það eru bara svo við það, var ég með skitu hérna og það var heim bara eitthvað, ok, ef ég fer undir, þá tappa ég út. Ég hugsa alveg smá að bakka út. Nei, maður er komin svona langt, skilur, búin að vikta sig inn. Já, rétt. Nákvæmlega, þú varst En pældi sem þú hefur unnið hann þannig. Já. Ég hefði náttúrulega Unnið hann í worst day. Já, þetta er líka eina tækifæri sem ég mun fá að keppa við annað þeirra, sko. Ever. Og þú sagði nei. Ég veit það, og þegar ég var svo fyndi Bjarki og þeir Bjarki og hver voru hérna daginn áttur? Bjarki og Aron voru hérna? Já, Bjarki og Aron voru saman, já. Kom inn daginn og ég eitthvað svona sagði því svona einhverja hendingu eitthvað svona, þessi náttúrulega þú aldrei að keppa við mig, sko, og þeir eitthvað, nú, þá voru þeir til bara eitthvað, hvað með, jú maður, illa geima þeir alveg svona, svo fóru Bjarki þeir út
og er ekki hvenær ég að hafa þetta við vorum bara að grína sko við erum ekki að gera þetta sko Já, ég man ekki eftir þessu svona. nei, En cocktease mér finnst hérna ótrúlega gaman að þú var ekki ákveð að mæta á þetta glífumót að þú Þetta. var hrættur að kúka á þig. já, það er bara nákvæmlega mál Literally. ekki á mig, á Hvernig þig gekk þér annars? já, Bara svona illa vel. Tapaði báðum glímunum mínum, en svona fór inn í gameplanið sem ég var búin að leggja upp með. En, Það er að stjórna já, stöður svona, og- já, já. fór inn í þær stöður sem ég vildi, fór inn í þessu mission sem ég vildi og svona. Það er góð æfing fyrir keppni sko. Já, mjög góð æfing fyrir keppni, þannig að ég hérna, en Það er bara að keppa, maður vill svona bara ná að stjórna, ná stífunum Já. og síðan taka sénsana. Já, þannig að það var eiginlega svona hérna æfa fullgardið mitt og resla upp á við og það sem ég langaði að gera. Þannig að hérna, og ég bara hafði gaman að því sko. Heru, hérna, en ég ætla að hérna kynna nýja, áður fyrir að tala UFC 311, þá ætla ég að kynna nýja samstæðstaðila þáttarinn sem er Yngling fæðubótarefni, yngling.is. fæðubótarefnis framleiðsla á Íslandi Já, Já. íslensk Þetta er Íslensk framleiðsla. já, þetta er ekki Íslendingar að flytja inn frá útlöndum og þetta er pakkað eitthvað staðar í Suður-Ameríku Þetta er þetta er búið til af Búið til á Íslendingum og íslenskum strák sem var bara sko ég, að svo fyndið ég hitt hann í Smárlindinni í Örklas þegar hann var að kynna þetta bara alveg í byrjun fyrir svona 3 árum sko. og þá prófið ég og keipti eitthvað smá á honum og fannst það geggjað og svo fann ég þetta ekkert hvergi og svo heyri ég ykkur bara tala um þetta hérna, já, við erum bara að taka Ynglinginn, þeir eru með flotta vörur og ég var bara, já, þeir eru með flotta vörur Þeir eru mjög flott að vera Já. og bara svona, bara velinn pakka og þetta næstu í gjafavara sko, stærri tóllunir eru bara næstu í bara á pari við eitthvað gjafavöru sko. gott Ég verð á prófaði þessu þetta líka. Ashwagandha sko. Já, Já. hvernig finnst það? Bara næs. Já. Þetta er alltaf á kvöldin sko. Hvað tekur mikið? Veistu í millingurum hvað það Eitt taka mikið? tilki sko. Já, það er það 500 nei, 400 milligram. Já. Það er flott. Hvað, hérna, við ætlum nú að leyfa Jonna að velja sér eitthvað gútt Nei. Jú, maður Þeir gáðu okkur eitthvað svona pakka. Já. Við erum með hérna Ashwagandha, við erum með Cordyceps sveppi, ég ætlum með Lions með líka, við erum með Silagit. Þetta er hérna og hérna Fadosha. Fadosha og Fadosha. hvað er það? Shiitake sveppi. Shiitake. Þannig að hérna- Shit take Hvað gerir Shiitake? Það er góð spurning, ég er ekki mann að leggjast yfir þetta allt saman sko. Nei. Þannig að hérna, Johnny, máttu endilega velja þar af því að Já. þeir voru að gefa okkur eitthvað pakka og þú máttu endilega taka þér eitthvað fallegt. Herri, já. Veldur eitthvað gútt sitt vörur Sko, Hvað- ég er mjög til í Ashwagandha aftur. Já. Því ég Já. fílaði það sko. Ok, Já. sagt eitthvað eitt yfirbútt Eitt í viðbútt. Já, Já. þetta er Ég vil líka sjá hvað sko, ef þú býður, þú veist, MMA-fætir á nokkuð svona fætibóta hlaðborð. Hvað tekur hann sko? akkurat Ég fyrir Fadosha og... Nei, Ashwagandha og Fadosha Grettis. Þetta er bara testa Þetta Já. er testa Testin. Testabúster. Ég vil ráða með það Þarna. Já, það er vel gert. Testabústur og Kingwood. Já, til í það. Sko, Takk fyrir það. Það var lítið þegar ég... Bara verða þér að því Ég Já. er bara spenntið fyrir að prófa þess að vera sjálfur Já. Ég er tilbúin að veita þér Testabústur og Kingwood hvenær sem er. Já, takk fyrir það. Ég passaði eitthvað að segja jáðið hérna Þeir eru grimmir sko Já, ég veit að Nonni er grimmur. Já Hann Prófa hann bara- hefur sett mér on the spot í ykkur viðtólum, sko, ég er bara, fuck, hvað ég Já. segja við þessu, skilur. Býta hann til að byrja að króa það við búninsklefanum sko Það er óþægilegt Býtu þannig að býðu þér í hérna að láta teikna þér nakin með Já, sér. svona. Já. Býtur hann til í býðið til Fraglands. Já. Nei. Ok. Af hverju ertu ekki múin að bjóða mig til Frankland? Hvað er að gera til þess að fara búið? Það kemur að því maður. Hvað gerir þú? Hvað gerði ég? Já. Bjóða mig til Til- Franklands? Hvað gerður þú til þess að fá bóðið? Til þess að fá bóðið þarna? Já. Hvað heldur þau segja miða við þeir eru alltaf að tala um hérna Já. Þannig hver Já, góð pæling. En, En ég held að Nonni sé eini maður í heiminu sem sé nóg steiktur til að bjóða vinni sínum þetta og ég held að ég sé eini gaurinn sem er nóg steiktur til að segja já við því. já. Er það ekki? Já, ég er alveg líklegur, sko. Já, Johnny var ekki. Já, ég held Nonni þekkir mig. Ég sé ekki fyrir mig John að segja nei við mörgum hlutum Þannig að já, við Nei. sammála Johnny er ekki svona jámaður, skilur. Já, hann er jámaður Ef má Og svo segja. jákaður, skilur. Já, Já. já Algjörlega. Til í hlutina Hann er til í hlutina. Nákvæmlega. Já, Það var gaman að þessu. Hérna, ég er svo skjöst í seiðkartin líka og sóti mér margt skemmtilegt, sko. Næs. Seiðkartin er geggjubúð. Já. Já. Þetta er Ég svo, er bara hands down besta búð á landinu. já. Já. já Og ég elska hérna þennan gæðastuðul sem að hérna seiðkartin er með og ég var í seiðkartinu. Hann er svona no bullshit gæi, sko. Já. Já. Enga reppi olíu, ekki Nei, kjafta í neinu. akkurat, Já. akkurat Ég var einmitt að borða hérna bacon í hádegismat í dag sem ég kefti frá honum sem er sko frá lausagöngu grísum. Þú veist, það er bara eitt bóndabær á landinu sem er lausagöngu grísi sko og þeir selja kjöti hjá seiðkallinum sko.
Kefti hambúrgar alls Ég fæ konar hjá honum, sko. nautalifur hjá honum. Já, Hann er alltaf þegar ég fer að kaupa eitthvað, hann gefur mér alltaf auka eitthvað næs. Við veistu gaman líka þegar hinn var svona sögur eitthvað svona, já, seiðgallinn eitthvað, tók þessa vöru, hætti með hann strax, hún var ekki nógu pjúr. Maður svona, þú þarft ekki að pæla í einhver svona merkjum, eitthvað svona, þetta vörumerki fékk þessa vottun. Það bara miklu betra ef að í verið seiðkallurum ég veit það. Og veistu bara Maður veit líka hann gerir homeworkið, sko. Ég treysti því þegar ég fer til hans og er að kaupa eitthvað vörur að það séu vörur sem að er eins og ég vil hafa þær. Ekki að uppfyllar einhverjum uppfyllingarefnum og einhverju svona rice drasli og einhverju svona rusli, sko. Þannig maður svona eitthvað Litlar pillur með bara akkurat því sem ég vil, sko. Nákvæmlega. Þannig að bara fæðbótarefni og þú veist, svo þannig einhvern hvítlaugsolíu mauk. Þetta er bara saxað hvítlaugur. Er það fyrir matagerð, það? Ég notaði þetta. Já, bara matagerð. Er mikið bragð af þessum hvítlauga? Finnur lyktina, sko. Þetta er smá sírt, sko. Þú finnur lyktina þó þetta sé bara ekki búið að opna þetta. Þetta er mjög næst þegar þú ert leysi og nennir ekki alltaf að píla og skera hvítlaugur. Getur ekki bara doblað magnið og það fær eins og bragð það? Ég átti svona í heilum geirum í svona krukku, sko. Og ég notaði bara double og þá fekk ég sama bragð eins og fresh. Ég nefnilega nenni ekki saksa það niður og píla þetta og eitthvað. Já, ég skil það mjög. Svo bara lyktar bara úr krukkunni, bara hvítlaugslykt og ég bara djöðlega fucking gott. Djöðlega spennt fyrir þessu. En ef að fara í málana. Já, við erum að tala um UFC, já. Já, þetta er Bardagapodcast. Þetta er ekki Álfa-podcastið. Já, herru, ég ætla að hafa þetta í miðjunni hjá okkur. Það getur líka. Hvað gerist? Lækka þetta bara. Þetta er búin að gera núna. Við erum með tæknimann á 50-aldrinum, sko. Þetta er ekki boðlegt, sko. Hvað er Það þurfti að vera með svona glerun á nefinu, svona. Sko, það er ennþá hljóðdæmi inn á einni myndavélinni þó ég hef eitt á mute hérna uppi. Þannig að við verðum bara vona að það sé ekki á mute. Já, eiginlega. Ég er nokkur málum yngri en þú, ég get ekki skoða það. Ég elskar samt bara að þú er svona frosið. Ég er ennþá yngri og Það er samt, ég er yngstur en það, ég geti þetta ekki. En ekki að spá því svona. Nei, sko, ég er Nonni náttúrulega geggjaði að tækja með þér, sko. Já, hann er búinn að vera alveg, standa sig rosalega vel í þeim málum og mér sýnist það bara að vera búinn að redda þessu, eða ekki? settur þetta mute bara. Já, þetta er bara fínt. Já, ok, flott. Tilbaka, ok, frábært. Fyrsta pay-per-view card ársins, djöfull er ég spenntur fyrir þessu. Þetta ár byrjar með stæl. Gefið það, sko, fyrsta pay-per-view card ársins er í brunahættu. Já, en það verður líka fært, sko. Það hlýtur að vera. Ég sagði eitthvað að verður ekki fært. Allir verði bara með slökklismenn fyrir utan bara. Brunan eru tómir! Ég er að tala fært dagsetningu, skilju. Já, þetta er haldið dagsetningunni. Ég held að það er haldið dagsetningunni. Ég var að lesa bara á hann, en mér skjáttast ekki, að Dana White hafi verið að segja bara, þú veist, að ef þeir þurfa að færa þetta, þá færa þeir þetta. Dagsetningu þá? Staðsetningu. Ég túlkaði þannig, kannski var ég bara í einhverju rugli að lesa eitthvað í flýti í símanum, sko. Já, ég túlkaði þannig líka, sko, að ef það er eitthvað vesinn, þá færa þetta bara venue, sko. Það er ekkert þannig að það sé mál, skilur. Nei, einmitt. Þú veist, þeir bara bóka eitthvað auka venue og og af hverju lukkið þið svona gamlir? Þeir eru að fact-check okkur. Já, en ok, þessi eldar, má kalla þetta skóður eldar? Tapology? Nei. Þetta er bara eitthvað svona þetta er bara sina og gamla spýtur og eitthvað. Já. Hvað? Já, þeir eru eitthvað að tala um að þetta getur bara blow right through, sko. Bara, þú veist, ef vindáttin verður óhagstæð áfram, þá getur það bara farið í gegnum LA. Og það er eiginlega ekkert sem þið geta gert í því. Já, bara strauja borgina. Já, Rógan var eitthvað að tala um það var einhver slökkvilist, maður sagði þetta eitthvað tíma með hana. Þeir væri bara ógeðslega heppnir að vindáttin var alltaf svolítið hagstæð, þannig að hún var að hjálpa. En ef hún væri mjög óhagstæð, þá gæti eldurinn bara rönnað bara beint í gennum LA og slökkviliðið geti lítið sem ekkert gert í því. Já, heldur hvað það ekki líka. Slökkviliðið náttúrulega var köttað, sko, budgetið þeirra var köttað nýlega sko $18 milljónir og bara, þú veist, þetta í gangi og brunahannarnir eru tómir, sko, því að vassbólin bara tæmdust fyrir þetta, það var allt í rugli. Það líka þið búin að sjá slökkvilið stjórana þess að þrjá hana. Það er búin að vera erfitt, sko. Tvær dömur og ein Við getum verið þannig að Vogue réttlætishreyfingin lítur ekki vel út akkurat núna. Nei, og ég var nefnilega eina af þeim var svona tekið smá klipp og viðtala, hún var að tala um eitthvað,
sko, ég ætla að setja í forgang diversity in the staff members of the fire department og þá var svona kötta og bara eitthvað kannski er þetta að setja í priority að fylla á bruna hana kannski hefur ekki átt að bara þess að með tóma bruna hana og pæla meiri því að eitthvað svona fólk sem að lendir því að það kveikna í húsinu þeirra þú svona hoppar út og svona slökkviliðsmaður lítur út eins og ég slökkviliðsmaður works já, þú ert að horfa í hitminnbátti hana af they them hana ljóta hlæða þessu sko og svo samsælskenningar sem hafa sprottið upp í kjölfarið sko þetta er ljótt en þetta er mér finnst allt í lagi að hlæða þessu því þetta er svo bersýnilega heimskulegt sko en við erum að tala MMA þetta er MMA podcasti 15 lótan en sko reiknum með gefum okkur það að þetta verði bara on time, on schedule on venue það lítur að vera það gerist þetta reddast þetta reddast maður en sko þetta main event er næst besta main event á þessu ári næst besta John Jones á móti Thomas Aspinall það er ekki að fara að gerast það verður besta það er ekki að fara að gerast John Jones er bara fyrir að tæra nei hann er ekki fyrir 3 mánuðum sagði þú að Kamsat væri aldrei að fara að berjast eftir hann var að hætta þannig að þú veist nei, ég sagði það þið sögðu það báðir $30 milljónir þetta er vist bara eitthvað bull sko Joe Rogan með þess að þetta kom frá Joe Rogan í podcastinu hans Joe Rogan er búinn í næsta podcastætti að leiðrétta, hann talaði um Dana White og þetta var bara eitthvað bull sko hann sagði mér þegar ég hitt hann að hann ætlaði ekki að hætta sko ég get eiginlega lofa því að þessi bardagi verður á næsta ári á þessu ári, John Jones á móti Thomas Aspinall ég held ekki, ég held að John Jones er bara fyrir að tæra það er allan að nýjast sem ég er búin að heyra sko. hann er aldrei að fara að gera það þannig sem lúst meira að sjá John Jones versus Alex Pereira sko. já, ég held að það væri þægilegu bardagi fyrir Jones já, samt ekki hvernig heldur það myndi fara ef þau myndi berjast bara á morgun skilur. ég held að Pereira geti tekið hann sko. já, þá róttök bara í fyrstu eða annari lótu en ef John Jones skýtur í fellu, hvað heldur að gerist þá? maður hefur aldrei séð Pereira á gólinu nei, ekki á móti guð sem er líka hann er með svart belti en ég held að þú ert orðin hraustur, yngri, skilur við ég held þessu jafngamlir 36 báðir er Pereira með svart belti? já ég held að það fóð fram með mér og blátt held að fengið að mér eftir eitthvað barda hvað heitir hann? Jamal Hill já, alveg rétt bara rota bara pure striking sko ég var til í að sjá Pereira að berjast fá fellu til hann á móti gaur sem er 195 cm og 110 kíló skilur það væri mjög áhugavert að sjá hvernig átti ekki Jiri Prohaska að gera það? jú, reyndar og Jiri Prohaska er ekkit auðmar en Ronan Tvísa Jiri Prohaska er ekkit auðmar en Jones er náttúrulega með wrestling hann er með wrestling ég held að þetta verði bara svolítið eins og Cyril Gahn bardaginn það sem að, þú veist, Jones bara notaði glíminu sína og þú veist Gahn átti engin svör ég held að verði það sama, þú veist, Jones getur farið einhverja fellega keyrt hann upp á búrinu við samanlega en sko, þeir eru ekki að berjast á skarti nei, Islam og Arman er að berjast á skarti en ég ósáfum samt að Islam Arman séu ekki áhugaður barndagi ég skil ekki okkur Arman er svo mikill öndok sko mér langar að pikka hann sko ég lóki vill hann vinni sko sáu hvað hann er massaður eru búin að sjá myndirna á hann ef þú veist, menn er ekkert að fela að þeir séu á styrum lengur sko það er bara USADA eru farnir og menn er bara sko þetta þurfa samt ekki að vera styrum sko ekki? Nei eins og þetta ekki á Instagram hvernig hann er núna jú, núna reyndar er hann grunnsannlegur eða þá hann er búin að sko bombi í sig fokkin 50 grömma kreatíni alla daga og sér bara vatna svona rosalega en jú, ok smá Fadosha Grettis og Ashwagandha en sko, ok sko, þegar ég var í mínu allra besta formi þá var ég ekkert langt frá þessu wow, slakaðu á nei, þú veist, það er alveg þetta ná þess að þú bara borðar rétt og æfinu sem motherfucker og er bara að lifta það er bodybuilding ég veit, það er bodybuilding það verður bara eitthvað að glíma já, þetta var ekkert performance þú veist, ég hefði ekki getað hlaupið 50 metra en sko, maðurinn er náttúrulega sko
bara hann athlete út í gegn, sko, Surugian. Arman? Já. Já, það ekki að tala um minn núna. Nei, alls ekki. Líka ég. Já. Líka ég. En sko, ég er með trivia spurningu handíku, sko. Ok. Við ætlum aðeins að snerta á þessu. En til og með smá trivia. Já. Arman Surugian náttúrulegur íþróttamaður. Já. Hann byrjaði snemma að glíma, en faðir hans Armas, verandi mikill viðskiptamaður, pakkaði saman fjölskylduna og flutti Rússlands þegar Arman var ungur. Þar æfði hann óbardagatengda íþrótt og spilaði 10 ár. Hvaða íþrótt spilaði Arman áður en hann neyddist til að hætta og ganga inn í fjölskyldubransan? Fótbolta. Ekki rétt í þér, heimski maður. Ég þarf ekki að svara núna. Ég elska þetta. Heimski maður. Líka Í þessum spilar. Já, þetta er óbardagatengt í Rússlandi. Eitthvað svona amerískur fótbolti eða eitthvað. Í Rússlandi. Inná wrestling fótbolta. Hockey er vinsælt í Rússlandi. Ég er með þetta, ég er reyndar ekki með þetta, ég er bara að gíska sko, en ég ætla að segja 5 leikar. Það er ekki fimmleikar, en það er hins vegar hockey. Arman Surugian, hann bara spilaði, hann bara mjög góður. Það er svona slegist í hockey. Það er vissbinding, það er samt sko í rússnesku hockey er það samt miklu minna. Það er rosa mikið bara í NHL-deildinni upp á Entertainment Value. Ég sá Value. líka vídeo daginn þar sem hann var svona slagur í svona, hvað heitir það, lacrosse. Já, það er vist crazy íþrótt. Það er hlaupa með svona kilvum. Þeir eru líka bara að taka sér hanskana og fara í fight. Já, berja sko. Að slást. Má það? Já. Gæi var að vera gæi knock the fuck out. Það er bara Entertainment Value. Já. Ykkur lacrosse. En þú veist, talað með Arman Surugian séð þykkur, skilur við. Þú veist, þetta er bara... En hann er líka lágasinn, sko. Við erum að tala um það munar 3 tommum á þeim sem eru ykkur 10 cm. Já. Hvernig reach? Hann er með meira reach. Hann er með meira reach, Arman. Það er rétt. Já. Stuttar hendur, sko. Hérna. Þú veist, mér fannst það bara svolítið á því í fyrirbarðanum, sko, að þú veist, mér fannst Surugian lúkka meira sannfærandi, standandi, virkaði lengri, og mér fannst hann gera mistöku alltaf að skjóta á Íslam. Þú veist, hann var alltaf að initiata wrestlingið. Það sem Íslam myndi vilja, sko. Já, nákvæmlega, og svo var, þú veist, Surugian einhvern veginn búin að gasa mikið fyrir heldur en hérna. En sko, mér fannst Arman ekki vera með betra striking samt heldur en Íslam. Mér fannst það á þessum stað og stund, sko, í þessum bardaga, sko. Ég veit ekki hvað það segja það núna, sko. Hvernig börjast þér senast? Langt síðan. Hvað er ekki, 2000 og ekki 2019? Nei, ekki. Hérna 2019 í april. Já. Það var það Unanimous Decision. Já, en þetta er alltaf debutbardaginn hans. Fyrir Arman, já. Það er að fá bara... Debutbardaginn. Það er að fá bara... Ég meina, Íslam í hugsaðlega Íslam að búa með sko 1, 2, 3, 4, 5, 6 bardaga í UFC áður en hann tók Arman. Það er debut á móti gaur sem er bara geðveikur. 6-0 í UFC. 6-0 í UFC. Fucking... Hversu skeri væri það? Fucking bíla, sko. Það er farin hann Dagestan, hann er 6-0 í UFC. Það er svona fyrstur sem er ekki kláraður. Já. Já, þess að búin að slást við. Og sko sem segir nú mikið það er áhugavert. Það segir mikið sko durability. Hann er durability og getur mögulega að fara allar lótunar, skiljum við. Já, en það er líka með fyndið, sko, en Surugian er líka fyrsti maðurinn til að fá skráð takedown á Íslam. Það er klikkað. Það er líka klikkað, sko. Hann alltaf var í hérna svona Craig og Róman, ekki? Jú, Craig og Róman. Já, var hann í þannig? Já, ég held það. Já. Ég var ekki viss að það verið í Craig og hvort það hefði verið í freestyle wrestling. Er það? Já. Svona þegar þú segir það er ekki alveg viss. Ég hefði hallast það freestyle. Kannski vann í tyrkneski hérna olíuglímu. Það er superfight, sko. Að prófa. Ég vissi ekki að Arman hefði tapað fyrir Matthews Gamrot. Nei, mér finnst það ógeðslega úr karakter. Já, ég með bara eitthvað, og bara ekkert, þú veist, 22, það er ekkert eitthvað rosalega langt síðan. En svona með við formið á... Unanimous aftur. Já. En með að við sko formið á Surugian núna, þá líður mér eins og hann sé mjögulega bara super djúsaður og sé að fara að geta hamast á Íslam. Máli Íslam er líka super djúsaður. Já, er ekki allir... Gauðir, þið sáðu hvernig Belal var og joinar eitt kamp og hvernig hann kemur út úr því kamp. Já, ég veit það. Og hann springa, skiljum. Já. Þeir eru með eitthvað secret juice. Já, ég meina bara... Eitthvað gröðsana í fjöllum. Ég sko þeir getur verið með rússnesk yfirvöld á bakvið sig, sko. Því að rússnesk yfirvöld hafa bara verið hluti af juice batterínu, sko. Já.
Þú veist, þeir voru að tekna það á Ólympíuleikunum. Jú, þeir eru líka bara þekktir fyrir að hafa þróað sæklið til þess að komast hjá Olympíu-testing bara snemma á síðustöld, sko. Eða þú veist, sent á síðustöld, segja. Einmitt. Ég man líka einhvern tíma vann Ísland barda og hann svo hoppar upp með búrir og þú veist, er eitthvað að fagna. Flexar. Ég var bara svona, sá einhverja vöðva sem ég aldrei séð áður. Já, bakinu. Já, svona kúlurnar hérna, sko. Já. Þú veist, ég var bara eitthvað, ég vissi ekki að þessi vöðva eru til, sko. Allir sem bara græða í það og auka vöðva. Bara væri gott fyrir að maður auka kúlu hér. En sko, ég er á Íslamvagninum, allaveg. Ég held að hann þú veist, skólan ekki. Ég held að hann bara tæki þetta, ég held að þetta verið unanimous decision. Solid save 4-1 bara alla lóturnar 4 látur, Arman tekur eina og það er bara út af Íslam tekur eini kvíl til þess að klára síðustu 2 Arman tekur 3. Já, ég reyndarslega, sko ég hefði hallast það Rúgjan, sko en ég pínur hrættu núna, sko, að því að þau eru segir, sko, veist bara hérna, Rúgjan sko, hann hans reynslu minni. Já. Og þú veist, ég veit ekki hvernig hann ætlar að höndla þessar 5 lótur, sko. Með uni tap fyrir Gamrot fyrir 3 ára. Hefur hann farið 5 lótur? Hefur svo Rúgjan farið 5 lótur? Ég held ekki. Nei. Hann aldrei farið 5 lótur. það munir miklu Það munir miklu. En er Íslam svona untouchable? Ég meina Dustin Poirier alveg markaðum, sko. Já, nákvæmlega, og mann er svona, þú veist, Dustin Poirier ekki komin svolítið, þú veist, yfir sitt besta, ætti kannski ekki að vera berjast um titil, en samt með það. Dustin Poirier er bara 36 líka, sko. 35-6. Ég held að hann sé Ég held að sé ekki píkin. Nei, ég held að sé á leiðinni niður. Hann er rétt undir píkinu, sko. Já. Myndi ég halda. Já. Er ekki levelið bara orðið herra? Levelur hann líka, þú veist, lightweight. Heldur hann var fyrir 2-3 árum og þegar Dan Hooker var bara við titilbardaði fyrir nokkrum árum hérna í lightweight, sko. Ég held að levelið sé búið hann er það turtle in a tree, sko, someone put him there. Já, true. Ég bara, sko, Arman er geggjað bardagamaður. Íslam er bara, það er eitthvað svona yfirnáttúrulega ára á honum, finnst mér, og þetta Gamrot tap hérna, 22 hjá Arman, það er bara að stinga með þessi, það trufla mig, sko. Já. Gamrot er samt alveg segur, sko. Ég veit ekki, mér hefur alltaf fundist Íslam vera svo untouchable, sko, en eftir einhvern veginn Dustin Poirier bardagan, þá svona, já, ok, ég hugsa sé alveg margir í þessu. En ég meina, þú sást hvernig hann fór með Charles Oliveira. Já. Fokkin pakkaði hann, sko. Já. En munið eftir Adriano Martins. Adriano Martins. Nei. Það er maðurinn sem að rótaði Íslam. Vann Ultimate Fighter 19, vann svo fyrstu 2 bardagana sína. Þar með first round KO á Íslam. Fyrir 9 árum síðan. Já. Og svo fór hérna Adriano og tapaði 3 röð og keppi núna fyrir Kongs FC. En hann mun lifa á þessu að eilífu. Hann getur alltaf að ég er fokkin róta. Ég myndi gera það. Beat that guy once. Ég myndi gera það. En maður er unni Conor eitthvað einu sinni þó er ekki nema bara í einhverjum götuslagsmálum, sko. Það væri bara, ég, sko. Já, þú veist, þokkalega að þú veist, myndir rungaði endalaust, sko. En bara, ég bara segja, þú veist, Íslam er ekki ósnöðanlegur. Hann var rótaður af Nei, svo veit maður aldrei hvað gerir, skilur. Kannski er hann eitthvað áfanna, skilur. Eitthvað af þeim eða hvort er eitthvað erfitt og var eitthvað svona Við erum að tala hann tap, þú veist, hann var 24 spilar, sko. Sammála. Hann 24 ára þegar hann tapaði þessum bara. Þetta er róttök í fyrstu lúti eftir 1,5 mínútu. Head kick, mann rétt. Aha. Já. Það var ekki högg, eða? Jú, það bara verið einhver sveifla, sko. Punch, fyrir ekki, jú, bara punch. Já, með fótunum. Ég sé bara ekki Arman hérna ná honum svona. Ekki eftir þessa strækara sem að hann Íslam er búinn að vera að keppa við undanferði. Poirier, Volkanovski, Oliveira. Já, þú veist, Volkanovski er alltaf lítill Naggur. Volkanovski er fokkin grjótharður, sko. Þetta var, gott að sjá hann bara. Þannig að fyrir bara það. Já, fyrir bara það geðu. Annars setni bara það voru mistök. Já, það var bara eitthvað, fekk eitthvað viku fyrir var. Já. Það var svolítið svona, vont að sjá hann. Hoppaði bara eitthvað inn. Vorum að sjá hann var ekki alveg eins góð formi, sko. Nei, og svona, já, sammála. Það var vont, sko. Og ekki verið að dissa litla nagga, maður. Nei, þetta er samt maður í þyngdaflokknum fyrir neðan, þú veist. Það er alveg faktor. Og þú veist, Arman Tsarukyan, fucking huge. Hann er stór í þessum flokk. Já, ekki hávaxinn. Nei, hann er stór og sterkur, fattar þú? Já. Sko, þeir eru jafn háir eiginlega. Volkanovski og Arman Tsarukyan. Þeir eru 5'6", Volk, og Tsarukyan er 5'7". Þannig að það er 1,70 cm. 1,84.
það er reachið. Það er 1.68 Volkanovski með 1.82 í reach, Arman 1.70, 1.84 reach. Þeir eru jafn stóri sko, Arman og Volk. Þannig að ef við ætlum að horfa á þetta, að hann sé bara trítill, þá er Arman líka trítill. Hann er líka að vera að tapa, bara út af hann lítill. Samkvæmt þínu... En satt, þú veist, hann hefur þyngdina, þú veist, hann er þykkur og þú veist, það verður erfiðara að taka niður. Já, það verður erfiðara fyrir Íslam að skjóta á hann. Volk hefur keppt í light heavy, sko. Já, en þú veist, hann er bara náttúrulegur featherweight, samt, sko. Hann var 90 kíló allar svona æfir með að minna, sko. Já, þegar hann var að keppa í rúbbi, sko. Já, ég er að segja, hann bara gekk þannig í 30 ár og svo lækkaði hann sér niður í þessa þyngd, sko. Bara... En ég held bara... Ætli Ísland takit ekki bara. Ég er með peningi minn á því. Ég ætla að setja Arman á parlay, sko. Hann fer á mitt parlay. Já, hvað tapar mörgum peningum? Það verður góð stuðlagi. Hvað tapaði mörgum peningum síðustu helgi? Mörgum peningum? Já. Herðu, ég tapaði góðum 250 eurum. Nei, svo vann ég þarna 1 bet og vann tilbaka einhver 75. Þannig að eitthvað svona 200 eurur, 30 skall. Það er ekki neitt. Það verður að tapa stundum líka, sko. Gotta spend money to make money. Maður getur ekki unnið öll bettin, sko. Nei, það er... Og líka, ef þú bettar ekki á smá svona off long shots, þú veist, þá vinnur ekki svona stórt. Ég las samt einhvers staðar að þeir sem eru svona sérfræðingur í veðmálum þeir segja að maður er alls ekki að fara að taka parlays. Maður er alltaf að taka beint straight shots. Bara straight shots. Veðmála síðan að græða allan peningi sinna parlays. Já, ég trúi því alveg, sko. En það er bara svo gaman að lenda parlayhanum. Hljómar svo proper fíkil, sko. Já. En hvað segir Jonni? Hvað segir þú? Þú varst með í þessum bardaga. Þú veist, já, ég held ég myndi betta á Íslam, sko. Já, ef þú væri með pening á því. En þeir langar, ég heyri. En ég vill að Arman vinni. Já. Ég er svolítið saman, sko. Ég langar rosa mikið að Arman vinni. Ég er mikill Arman maður og ég elskar hann í liður þegar hann púlar hérna axkikkið sig. Það er bara, hann getur bara flykt í bara... Crazy. Það er ótrúlegt, sko. Lappin hans fór í 180 gráður. Bara opnuðist. Það væri mjög næst að sjá hann lenda ykkur overhand. Já. Ég væri svo til að sjá það, sko. En ég held að Ísland sé bara búin að vera á hærra leveli. Lengur. Og þetta Gamrot tap. Það trufla mig, sko. Það trufla mig líka. Ef þú tapar fyrir Gamrot erfitt að vinna Ísland, sko. Þú er Khabib að gera góða hluti sem þjálfari. Hann er bara með fucking, 5 world champs eða eitthvað. Já, og ég menna work ethic, ertu múin að sjá einhver mymbönd úr æfingunum? Já, eitthvað klippar á Instagram. Work ethicið hjá þessu liði er svo sturlað. Ég sá henni einu mymbandrið, það var einhver sem var að hvíla, sem var að sé vatn eða eitthvað. Hann var bara, nei, það var ekki vatn og hann var ekki, ég var að vatn og hann eitthvað, farið bara út. Ef þú vilt ekki vera að æfa, farið bara út. Þú bara trufla. Þú veist, ég var bara eitthvað, Jesus Christ. Þeir eru alltaf með þetta hérna á þessum Koksuslöndum og fleira. Þú drekkur ekki vatn á æfingum. Nei, þetta er agadæmi, sko. Já. Að þú veist. Og þetta er eitthvað svona champions mentality, eitthvað svona, þú veist þyrstur og bara þú færð ekki vatn. Það er eitthvað svona, þú færð ekki vatn í miðri lótu eða eitthvað. Já, eitthvað þannig, Það getur verið. Þú bara færð vatn eða bara þinn er búinn. Líka bara venjist aðeins þegar líða ekkert rosa vel. Þú veist, þú sért alltaf pínu dehydratið búin að svona sigra mindseti, sko. Ég hef alveg verið eitthvað svona, hérna Valentín Shevchenko var með tuffið og hún eitthvað svona, þeir fáðu ekki vatnaæfingu eitthvað svona, þannig dæmi og ég var svona, ég grúthart maður, ég ætla ekki bara með vatnaæfingu og ég var komin í vassból eftir svona 20 mínútur ég var bara, þú veist, ég er ekki champ, sko. Nei, við erum líka að gera þetta gaman, sko. Já, nákvæmlega, ég er gaman að drekka vatnaæfingum. Það sem fer eftir hversu löng æfingin er, sko. Já, einmitt, og þú veist, intensity á svona 2 tíma að æfa. Þá er það ekki gott fyrir þér, náttúrulega. Líka það þarftu söltin og eitthvað, hlýtur að vera. Það er líka meiðir í það, sko. Nei, nákvæmlega. En talandi Khabib, skilur, hann ætla að gera ógeðslega góða hluti og hann er með 3 bardagamenn á þessu kvöldi. Já. Ég meina, þetta er bara besta gimmið mögulega fyrir utan fighting nerds. Þú veist, ég myndi segja að þessi 2 væri svona á pari með að vera svona mest spennandi gimmin í dag. Það sem maður svona, ég vil sjá menn úr þessum gimm berjast, skilur við. En Khabib-liðin er náttúrulega miklu meira established. Já, og meira established er náttúrulega þegar pappans deyr, þá er náttúrulega, er þetta bara nýtt gimm, skilur við. Eiginlega. Aðalþjálfarinn er farinn, Khabib tekur bara við. Já. En þess að náttúrulega tekur við bara svaka flóru af talenti, sko. Khabib, þetta er ekkert eitthvað svona, þetta er ekkert hans prodigy. Samt alltaf talað Rússana eins og rekordið er að sé bara fullt af dósum, sko. Og svo er talað gimmin eins og þetta sé bara haugur og geggjum görum. Ég heyrti ykkur talað að rekordin hjá Rússum séu bara dósir. Sko, Guskov, sem er að berjast líka á þessu kvöldi,
hann að kemur dósir, sko. En Já. hann kemur úr öðru gymmi. Já, þannig að það bara þetta gym. Ok, ég skilja. Ég man að Conor talaði þetta Khabib sko, að þú veist, rekordið hans væri svolítið mikið þannig. Það er dósamenningar. Það eru sumardósir, ekki? Ég held bara líka þessi hellingur að gaurum hana í sambói sem þú veist, sem að við heyrum aldrei af. Sem kannski góði bardagamenn en fara aldrei í UFC. Nei, einmitt. En eru bara geggjaðar æfingafélag. Já, og þú veist, kannski rosa flottir í sambó. Já. Þú veist, það eru fullt af sambómeisturum sem hafa aldrei keppt í UFC, sko. Já, klart mál. Og fara líka bara kannski í ONE eða PFL eða eitthvað. Já, ef þeir gera eitthvað þannig, þú veist. Já, ekki hérna bara einn annar Nurmagomedov í PFL. Usman. Usman. Hann að fara að berjast núna mitt við Íra. Paul Hughes í titilbardagi PFL. Var það ekki þess vegna sem Khabib fórum að tala um hérna að Írar gæti ekki neitt í bardagaheiminum. Sko, Dagestan level er hérna og Írland Þetta bara partur af græminu í Conor. Já, algjörlega. Hann sem búin að jarða Conor. Hann er gjörsamlega búinn. Conor þarf að jarða sjálfan sig. Já, hann er búinn. Maður þarf eiginlega að fara að taka eitthvað recap á The Downfall á McGregor, sko. Því að því líka hörmungin sem síðustu 5 ára hafa verið fyrir hann. Það er alveg svolítið fyndið að horfa aftur á heimildamyndina á Netflix hann sem lét hann líti út fyrir að vera bara kærkoðan fjölskyldufæðir og eitthvað svona, kom svo vel út úr þeirri mynd sko. Svo núna er maður búin að læra hvað gæðin er mikið skýtsaði sko. Hann er alltaf bara sölumæður sko. Ótrúlega sölumæður sko. En ég held reyndar sko, ég held að það hafa alveg áhrif sko að hann grætti einhverja 100, 200, 300, 400, 500 $1,000,000 eftir að þú veist, eftir að hann varð frægur og var ógeðslega frægur og dáður og dýrkaður allan heim, þá var hann 25 ára eða eitthvað að það gerist. Ég held að það fokki mann upp sko. Það versta sem hefði getað komið fyrir mig á minna ævi var að verða ríkur og frægur því ég var 18 ára. Þá var ég dauður í dag. Bara 100%. Ég var fáið því ég var 18. Já, bóð því líka. Líka bara, það var svo gaman fylgst með Conor, það var að vinna svona fyrstu $100 million sína, skilur það tímabil. Það er svo geggja tímabil sko. Það var líka bara ríkur 23 að fjara eitthvað. Já. Yngri jafnvel sko. Já. Þannig að þú veist, það var, þú veist, freistingarna voru alveg þannig. Ég kaupa alveg hann hafi verið svolítið dedicated fjölskyldukall þangað til eftir Mayweather. Eiginlega. Ég myndi segja þangað til hann eftir hann brotnaði. Þá mist hann haus. Þá var þetta jam og sterar og eitthvað. Þá held ég þetta að vera hann byrjaði strax að djúsa. Það er reyndar það fylgir því að vera smá crazy og ég bara þunglindi sem þú getur, þú veist, ferði í svona þunglindis lúpu ógeðslega hári testa og allt gengið vel og svo tekur úr pásu og hættir alltaf að virka og fórum testa yfir í kókaínu. Við þekkjum þetta. Ég held með marka þar sko. Það er ekki einmitt þessi heimildamynd sem þú ert að tala um sko, seinni heimildamyndin, hún byrjar einmitt þar þegar hann brýtur á sig fótinn. Já, það. Var það ekki? Nei, maður ekki, það er svolítið sem ég sá það. Ég man bara það kemur í myndinni sko. Já, það kemur þarna eitthvað The Notorious og svo kemur Conor McGregor Forever eða eitthvað. Já, þá berstum við hérna Floyd vera fyrir það eftir á. McGregor Forever er eftir á. Það er bara basically það er Poirier bardaginn þar sem hann brýtur á sig fótinn. Minnum mig potið. Já. Gaman að þessu. Það var hljóðharður hann tapaði. Það var bara fucking öskra á hann og eitthvað. Já, lág út í búrinu. Your wife me DMs. Hann bað viðtal hjá Joe Rogan. Hann sagði Joe Rogan að koma og taka viðtal við þessu sko. Með löppina hangandi einhvern veginn. Okkur á tært sko. Respect. En þá erum við komin í co-mainið sem er annar crazy bardagi. Já, en ég ætla að vera á Íslamvagninum. Ég var ekki búin að gefa henni sko. Já, sorry. Það er Íslamvagnin hérna minn. En það er, co-main event. Take it away. Merab Dvalishvili á móti Urman Nurmagomedov. Þessi bardagi líka sko undanfærin er búin að vera svo geggjaður. Það er svo mikið bíf. Merab er búin að vera bara eins og móðusjúku gaur á túr, skilurðu. Alla, þú veist, þegar þetta er á leiðin að koma. Bardaginn, það er að segja, vá. Móðusjúku gaur á túr? Já, nei, hann er bara búin að vera pína að missa það, sko.
þú veist, hann náttúrulega svolítið yktur karakter og sérstaklega svona á social media. Ég ekki búin að fylgjast mikið með honum en eins og allt í kringum Sean O'Malley, þú veist, hann alltaf að fíblast eitthvað Mér finnst það fucking fyndið. Já, mér finnst það góður, sko. Já, en þetta ekki búið að vera eitthvað og gauð að Mali leika reykja eitthvað, hey, you gotta stop smoking en þetta ekki búið að vera væpið hans fyrir það núna. Núna hann bara búin að vera hann ekkert að fokkast í honum, sko. Nei, hann bara að öskra eitthvað hann á fréttamannum fundum að hann sé ekki maður og ekki að tala og að be in his place og eitthvað, þú veist. Að missa kúlið. Já, og Úmar bara eitthvað, þú veist, eitthvað, ég vil bara berjast þig, þú veist. I just wanna fight, bro. Já, geðið rólegur og respectful. Þetta var út af að Úmar sagði eitthvað einu sinni í einhverju viðtali að hann held að myndi vinna hann eða eitthvað. Og Mera bara tók því rosa nærri sér. Og bara brjálæg. Ég held að það ekki þínu hræðsluverk? Jú, ég held að sé bara Mera vildi alls ekki taka hann bara það. Ég held að Mera getur unnið hann en ef hann ekki að núlstilla hausinn á sér og koma sér í gang þá mun hann tapa, sko. Já. Mér finnst það svona eins og hausinn á Mera sé svolítið farinn. Já, ég held það líka. Þetta social media dæmi ekkert djók, sko. Nei. Þessum skala, sko. Athyglin sem hann fær, sko, hann sturluð og svo náttúrulega núna eru bara öll auga á honum einhvern veginn. Já. Svo má ekki gleyma, sko, hvað þetta mikill grudge match. Já. Georgía og Rússland. Já, svo það líka. Sko, Dagestanana það eru, þú veist, það eru rússar, en þeir eru ekki svona, þú veist, the mainland Russia, þetta svona hérað sem að rússar tóku yfir, sko. Já. Þannig, þú veist, já, Mera getur ekki verið eitthvað, þetta rússi á við hautinni, þú veist, og Dagestan var bara í svipuðri stuð og Georgía voru hérna einu sinni, sko. Þeir eru vissulega rússar. Já, en ég held að máli sig að Mera vildi alls ekki taka hann að bardaða. Hann var með allt annan bardaða í huga. Vildi O'Malley aftur. Já, og hann var þrýst. O'Malley vildi það ekki. Nei, hann vildi það ekki. Svo held ég að bardaðanum hafi verið þrýst upp á hann, bara þú verður að taka Úmar. Og hann hafi sagt, ok, ég tek hann í mars. Og það sagt, nei, ég voru að taka hann í janúar. Já, af því að Úmar að fara í Ramada. Já. Og þá held ég að Mera bara, ég held að hann sé bara trillast. Svo náttúrulega var þetta Performance Institute dæmi, varstu búin að heyra því? Nei, hvað? að Mera ætlaði að fara í æfingastöðuna hjá Já, ég sá það og var reikinn út úr Já, og hann bara bannar komin Þegar Úmar var að æfa Pældi að vera Disrespect, sko Hann er champ, skilur Bara auðvitað að fá að fara inn og æfa í UFC performance, þú veist, þú eru fucking champ Það er bara rosa margt að vinna Já, 100% Mér finnst það þetta frekar að fara að segja Úmar bara, herðu Mera beð komin, þú getur ekki verið þú er að fara bara út af blöð En hefur þetta ekki verið þannig að þú veist að Úmar var búin að skipilega einhverja æfingu þarna og taka frá eitthvað tíma og Mera beð kannski bara verið að mæta bara og lappinn, þú veist Það skiptir mikið máli, eða þú veist í mínum huga bara champin, ef hann kemur og það er þannig bíf á ykkar á milli að þið geti ekki verið í sama herbyggi þá er gaunin sem er ekki champ sem þarf að þóla það champin nýtu góðs finnst mér En ef sko, núna þú segist að það verið fáið 18 ára það verið ekkert alist af þér sko Nei, 18 ára gamall vinnu minn Já, það er ekkert alist af þér skilur Ef þú verið champ og ég væri að fara að berast við þig þá held ég að þú myndir sækjast í það að fara á sömu staði á ég til þess að láta mig reka mig út af því að þú veist, ef ég var eitthvað svona neyri performance institute í UFC performance institutinu þú myndir frétta að því og þú verður bara, herri, ég er champ þá ætlum ég að fara upp í performance institutið og láta henda nónum Já, þá er þið samt að vera þennan bíf að við gætum ekki verið í sama herbyggi það er bara sjálfgeft Já, en þú myndir samt alveg gera það Nei, jú Já, ég er að segja það En sko, þessi gaur er ekki miklu fáður og ég Nei, þeir eru klárari Já, nei, klárlega ekki Ok, en þú veist, ég held að það sé bara ekki alveg málið Ég held að það sé bara ekkert að ganga upp í mér og hann finni það bara Er kannski Úmar með smá svona Dana White privilege? Hann alltaf er vænt alltaf að segja það Sko já, það kemur ekkert óvart pluss það að Úmar er með þetta eftirnafn sko sem er huge í Rússlandi það eru öll bara 100 miljón rússar sem horfa á þetta bara út af eftirnafninu hans Úmar sko Svona líka undefeated, það er alltaf selling point sko Dana White elskar undefeated fighters Já Algjörlega, en það er líka sko Mera var að tala um það sko, hann er búin að vera með glíma ykkur meiðsli svona knocks hér og þar og eitthvað og hann vildi hennar bara seinna á árinu til þess að geta recover algjörlega og svo bara pushað á hann, bara svona neður í janúar svo ertu að reyna að nota, þú veist, kannski bara að gera eitthvað styrstaræfingar eitthvað í institutinu bara neður getur ekki verið hérna, þú veist, Úmar er hérna og þá er það bara eitthvað svona herðu, þú veist, ég er bara, þú veist, að vita, þú veist, ættir UFC, ætti að vita að hann er glíma vöku meðsli er að reyna að ná sér úr þeim, hann fær 6 vikur til að undirbúa sig var það sem hann sagði, sko
og ég held að svona þetta er svona eins og með Aljamain Sterling barðan á sínum tíma þegar mann leið svona eins og að vera að reyna að koma hann fyrir Katanef, skilur við. Það var verið að reyna að koma hann út, sko. Leita hann út, sko. Þannig að maður eitthvað svona, þú veist, ég ekkert svo viss að, þú veist, offensive wrestling hjá Merab sé nú gott til þess að dominata Umar, skilur, af því þó hann sé geggjaður strækjar, þá hann líka bara góður wrestler, ógeðslega góður wrestler. Ef glíman nullast út, þá er Umar með strækingið. Alveg bara hands down. Miklu betra, sko. Og þá var spurning, þú veist, getur Merab tekið Umar í svona crossfit-æfingu? Það er einu sensin, sko. Það er einu sensin, hann hefur það í bankanum, skilur, og bara herrið, ok, mér gengur ekkert nú hann tekið í svona crossfit-æfingu þannig að þú brennur út. En ok. En ef hann er meiddur, þá getur hann það ekki heldur. Nei, ég held að hann sé ekki þannig meiddur, svona með það sem ég las, en hann var búin að svona nix and nex hér og þar, sagðan. Ég bara pæla, ef Jóni, ef þú er að fara inn í svona bardaga og þú væri confident, þú er að vera að vinna þennan bardaga, en þú væri með eitthvað svona pínu vöðamæðslega, myndur þú segja einhverjum frá þessum vöðamæðslega? Nei. Aldrei. Þetta er eins og fyrirfram ásökun, sko. Já. Þú segir ekki eitthvað meiddur, sko. Nei, ekki viðtali, þú veist, þú kannski við þjálfaraðinn bara í undir 4, en ekki viðtali eitthvað störa sem að mótherinn getur séð það. Nei. Mér finnst þetta að vera merki sem óöryggi, sko. Það er það, sko, eins og fyrirfram ásökun, sko. Þannig að ég er svona, hann er bæði mann að segja, svona, ég er meiddur, það er samt ekki svo mikið meiddur, en það er mjög pyrrandi að ég sé svo ógeðslega mikið meiddur, en ég er samt ekki ógeðslega mikið meiddur, ég er dölum meiddur. Þetta er ekki nóg mikið til að hætti við, en ég er nóg mikið meiddur til þess að vera kvartið við. Já, nákvæmlega. Weird. Já, mjög skrítið. Þannig að þú veist, ég ætla að gefa hann bara Umar megin, eiginlega út á mindsetinu hans Merab. Líka bara, ég held bara að þessi tíminn hans Umar er komin bara, held ég. Það er bara komin? Já, það er bara... Merab tíminn búinn. Já, meira bara Umar, núna er tíminn hans. Okay. Þetta er bara hans tími núna. Já. Hann er búinn að vera að berjast og ekkert búinn að vera að fá neina svakalega anstæðinga, svo færa hann að Corey Sandhagen og sýnir bara hvað hann er ógeðslega góður. Já, þetta var klikkar bara það. Og og núna bara, ég hefði bara svo tilfinninginni, bara, Umar er að fara að vinna þetta og ég get alveg séð fyrir mér að, hann er eftir að geta varið þetta belti oft, sko. Ég held bara hans tími sem komið núna. Jóni, hvað heldurðu? Hvað finnst þér? Sko, það má satt ekki taka Merab út, sko. Nei. Hann er alveg fucking segur, sko. Hann er champ. Hann er champ. Fuck, sko. Það er mjög erfitt, sko. Það er djúpt hugsin. Sko, ég er Umar meins persónulega, en ég er náttúrulega... Hann lukkar meira game, eins og skilja. Hann er meira game og ég sé staðið þess sem hann getur unnið ef að wrestlingið núllast út. Þá sé ég ekki hvernig Merab á að vinna þetta, öðru sem að koma með lóð inn í hringinn til þess að taka hann í þessa æfingu, því að æfingin hjá Merab fer fram í glímunu, sko. Ef hann getur ekki glímt hann, þá er það svo erfitt fyrir Merab að taka hann í einhverju crossfit-æfingu, sko. Já. Merab. En hvað segir þú? Ég ætla að senda með Merab. Já, ok. Ég er ánægð með þetta. Mér finnst alltaf gott þegar einhver er ósammála, sko. Svo einu alveg með þess að gauðra, sko. Þeir eru svona tala til að playa mind games. Já, svo það líka. Ég hef bara aldrei heyrt Merab svona áður. Nei, það er eitthvað skrítið í gangi. Ég hef bara séð hann grínast og vera svona léttan í aðdraganda. Ég hef aldrei séð hann svona alvarlega. Það var svo confident að hann myndi átræsla Mali, sko. En núna er þetta svona, þeir eru mjög svipar típur, sko. Þetta er mjög high level wrestling allavega. Já. Þetta verður glímuklám. Já, ég hef sko bæði sko Co og main event verður algjört glímuklám. Já. Sem er bara held ég nýja upp á svo. Ég held sem það main event er meira stræking en maður heldur. Ég held að bæði verði bara svolítið mikið stræking, sko. Það er náttúrulega oft þannig að það er oft þannig að þú setur tvo glímumenn inn í bú, sko. Ég held að main eventi, ég er sammála, ég held að main eventi getur verið meira stræking. Ég held að Ísland myndi vilja smá halda distance, sko. Já, ég held að Merab verði bara í klinsinu eða í klofinu á Umar. Allan tíman. Þú veist, ég held að hann leifis aldrei að fara í eitthvað distance. Ég finna á mér að fara að horfa á þetta og bara gau Það sjálf knúsast maður. Hætti að knúsast. Nei, knúsbarðar eru uppáhaldsbarðar minn, Khabib eru uppáhaldsbarðar meira minn. Já, það skilur glímuna, það er þetta svo fucking impressive, sko. Já, en svona svakalega kvöld hjá Khabib ef hann vinnur bæði co-main og main. Það verður crazy. Það verður rosalegt, sko. Það er literally bara Khabib champ, sko. Já, ég menna, þá er hann bara besti þjálfarinn. Það er bara staðfest, sko. Þetta er náttúrulega father's plan, sko. Það er allt coming to fruition núna, sko. Umar og Islam, hann talaði bæði Umar og Islam. Þeir eru svo trúer og guð, sko. Já. Það er svona að því heldur faðir styrk frá þeim. Já, ég sá þetta í einhverju uppistandi. Það var
var að tala islam í uppistandinu og hann sagði að var að tala hennar gaur í UFC og verði ekki hvort þetta islam með Hashev hann rússi sem muslimi það taka sko klikkaðasta þjóðernið og öguðustu trúna og blanda þessu saman í gaur sem voru að fara að berjast hver er þetta að vilja þetta? Keppnisliði hittast, þau eru bara að biðja í einhvern góðan tíma. Já, akkurat, þú veist, það er ekki bjór eitthvað eftir, það er bara eitthvað, ef þeir fara, Coca-Cola í gleri, það er að leyfa sér. Það er sem að Bíf sæði alltaf, burger sem Coca-Cola var næs. Þetta er það þannig sem þau trýta sig. Já, á meðan að þau veist, flestir... Þeir drekka ekkert, sko. Nei, meðan flestir eru að fá eitthvað hella fyllir í og endi einhverjum kebab og jafnvel eitthvað bónus með, sko. Það hljómar svo byggi. Já. Já. Herri, hérna gegja, þannig að það voru allir á úmæralistinni nema Johnny. Já, ég ætla að halda með Underdog. Já. You got that dog in you. Svo, sko, þetta karta ætlar ekkert að hætta. Nei. Þá eru bara Jiri Prochazka, Jamal Hill næst. Er hægt að vera með mikið skemmtilega striking match og þeir eru báðir svolítið svona unconventional strikerar, sko. Já. Jiri Prochazka er ekkert annað en unconventional. Nei. Báðir búin að vera tuskaðar af hérna Alex Pereira. Báðir með eitthvað sann. Þeir eru bara svona beirast hver var tuskaðar minna. Einmitt. Já, nákvæmlega. Hver er betri á þeim sem að Pereira hefur rótað hennar? Þetta er einhverjum svona bardaði millir svona sloppy seconds frá Pereira. Já. Basically, sko. En er ekki light heavy að vera bara bardaði núna? Jú. Pereira er að tæmir þessu til á þessu ári, sko. Þetta er svona, veist, hvor fær setna tækifæri sitt, kannski. Sko, ég er að fara að vinna þetta, held ég. Ég held það, sko. Ég er mikið, ég er maður, sko. Já. Ég er samanlega, líka bara, þú veist, hann var flottur um þetta og hann ekki rackets. Jú. Og það var bara fín framistæða þar og til með að Hill, þú veist hvað, hann sleit hérna Hásinn. Mér finnst það að vera bara það er vesen. Það er vesen, mér finnst það vera hálf bara karýra. Hann er líka bara svo unstable, held ég, sko. Ég held að hann tekur kamp og sem hann bara feitur í einhverja mánu og einhver kamp aftur, skilur við. Ég held það líka, sko. Sástu mymbandið sem hann og Pereira hittust í einhverju gimmi hann fyrir svolítið síðan? Eftir bardagann? Já, bara núna fyrir kannski mánuði. Það var bíf þar, sko. Já, þá var Hill samt bara bolli, sko. Það var hann bara bolli. Og þá er sama hvernig Pereira er millikampa. Bara alveg eins og þegar hann er að keppa. Hann mætti æfingu viku eftir, sko. Bara mánudegi. En ég meina, Jamal Hill er alltaf með smá svona utan á sér jafnvel inn í búrinu, sko. Já, hann var bolli. Við erum að tala um það. Það var svona Derek Lewis, hann er dætt í Derek Lewis bolla, skilur við. Og með svona smá Derek Lewis í hann. Já, ég held það. Það er ekki gott, sko. Nei. En sko, Jiri hættir aldrei að vera samuræ, sko. Hann er einhvern veginn alltaf. Hann bara býr nakin út í skógi, skilur eitthvað stærri í Teklandi, sko. Já, hann bara tapar og fer síðan í munkakustur í 2 mánuði. Einn í myrkri í marga sólarninga. Já, læsti sig inn í myrkri og herbyggi 3 daga, sko. 3 daga. Það er ruggla, sko. Og svo finnir maður eitthvað svona veið upp á Gunna á sínum tíma, eitthvað svona, hvernig karakter er Jiri? Hann bara fýtt gaur, sko. En maður er eitthvað svona, þetta er típa. Þú veist, það er enginn að fara að segja mér að Jiri sé ekki típa. Nei, en Gunni er náttúrulega líka ógeðslega mikil típa. Hann er það mikil típa. Já, ég held að hann sé ekkert kannski að veiða það hvað Jiri er mikil típa eins og við sjáum það greinilega, skilur. Já. Gunni er kannski bara, þessi gæði mikil sens. Já, hann bara mjög svona velfengandi gaur, sko. Já, en ég held að, sko, var Jamal Hill búinn að berjast eftir að hann kom úr meðsli? Mér líður eins og hann sé búinn að berjast eftir þetta. Held ekki. Nei, ég held ekki. Það er bara seinast á móti Pereira, ekki? Jú, hann alltaf var rótaður illa. Er þetta ekki fyrsti bardaginn þegar tóka... Jiri mætti Rakic. Var það í milli? Ok. Já, það var eftir Pereira. Ok. En Jamal Hill var bara rótaður síðast þegar. Jamal Hill, sko, er með cancelled bardaga bæði móti Khalil Rountree og Carlos Ulberg. Hann ætlaði að mæta þeim báðum í lok júní síðast ári. Ok. En það er á sama kvöldinu? Já. En hvað gerist? Rountree dró sig út en svo Hill knee injury. Já, spendur og tap over í. Já, móti Ulberg. Þannig að hann er þannig að hann meiti sig á hnénu og þetta púla út og sleit hásinn þar. Já. Púla tvisar út. Þannig að hann var rótaður í maí. Khalil Rountree dró sig úr fyrirbardagann, var það ekki? Hann var poppaður fyrir styrra, þetta ekki? Ok, já. Hann poppaði fyrir styrra og svo fekk hann titil bara 2,5 mánuði setna. Já, af því hann gaf sig fram. That shit is crazy.
Já, hann tók eitthvað óvart eitthvað tainted supplements hann self-poppaði hann þarf að fara hérna í yngling eða hann vil fá hérna hreinastöfði þannig að við erum að tala um að Jamal Hill sleit hásinn í mæ 2023 cirka var rotaður í mæ 2024 og var með hnémeiðsli í loki júní 2024 já, og bolli og bolla sig í gang þetta verður erfið ég held að þetta fari skilur hvað er þetta, 3 lótur eða? Já, ok, þá á hann aðeins meiri sens já, hann er ekki að fara að gasa hann er alveg högtungur sko já, og Jiri er boxari, sko. og Jiri er target til að hitta hann er ekki beint hérna sko nei, maður sá þegar að Pereira var að jabba hann í body hann beðis alltaf á jabbi sko hann hefur og líka eiginlega móti Rakic út af því að mér fannst Rakic vera að vinna þann bardaga þanga til að Jiri róta já. Ég man ekki hvort það var Rakic-barðin eða einhver en þá var hann bara virkilega bara svona stanga á móti jabbunum það var held ég það var ekki bara Rakic-barðin hann er alveg en það er samt alveg gott move sko að stanga jabb já, þú getur það sko en það var þú getur alveg brotið hendur sko já, þú verður svona færa þyngdin inn já, það er mjög stækt ég hef einu sinni séð þetta gert það var ekki inn í ring samt ég séð hérna Daða boxstellar upp í Reykjanesi hann gerði þetta og það var alveg impressive sko þá komum við þangað mótunum og hann svona steig inn í það sko og svona stangaði það mótin en þá þarf það að vera skilur þú mátt ekki vera off balance nei, og maður heldur ekki að gera eitthvað svona nei, þú voru að taka bara beint á enni sko ég hef lendið í þessu óvart sko og meitt gæðan skilur já, nákvæmlega þannig ég veit ekki hvort það sé að reyna eitthvað svona sko hann Jiri sko hann geti alveg verið að reyna þetta hann var að reyna þetta ef þetta var á móti Rakic ég man ekki nokkulega en hann var að reyna, hann var bara að skalla á móti algjörlega, ef einhverju myndi reyna þetta þá er það Jiri það er úkslega fyndin svona stikla af Jiri þannig að það er eitthvað að stræka gegn honum og hann einhvern veginn að verja sig og setur svona báðar hendunar svona yfir pungina á sér þetta er úkslega fyndið skot sko og maður er eitthvað svona átti ekki, hands up, maður er ekki báðar á gróinið gamli góði varnaveikurinn þetta er bara muscle memory og fótboltanum sko var hann ekki í bolta á sínum tíma? hann hlýtur að vera með þetta, hann hefur staðið er hann ekki frá Teklandi? hann spila allir fótbolta já, það er sér hættar ég held að þetta sé bara hands down Jiri fight sér líka við erum allir á Jiri vannum til erum við leiðinlegir sem er fíla ekki hingað nei, ég má í törnar á mér já, hvað er það? ég þekki hann ekki neitt, ég fylgist aldrei með hann er bara svo smögg hann rótar og hann bara með kjaft og svo take the L like a man nákvæmlega, ég samanlega en samt, hann var champ, meittist bara ég meittur í veikintabeltið og þá ætti maður að hugsa, ok vel gert fyrir þér, það er bara það er rétta í stöðunni en samt einhvern veginn nema svona, vil þó liði ekki já, og svo, sko, hann náttúrulega vann Glover til Seira í mínum huga er mér illa við alla sem vinna Glover Jiri kemst upp með þetta, hann er ógeðslega skemmtilegur en ég þóli þú veist, ég hatt alla sem vinna Glover til Seira hann er mest likeable gaur ever Sjekk og hann er harður maður andlitið hans var bara slitn í sundu og hann var bara, hann hætti ekki það er líka ástæðan af hverju hann hætti ég með maður því hann er harður ég veit það own good en ég meina hann börn og konu algjörlega en hann náði í belti 41 var það 3 já, hann komið niður 40 það er mjög geggjað það er klikkað það er svakalegt það er allar hratt undan fæti eftir 40 já það var svo góðu fæti það sýnir bara að það hefur engin ásökun nei, það er rétt 43 UFC champ nákvæmlega aldur er bara tala nákvæmlega, sign the contract já þetta er bara gjössanlega bilakart Beneil Dariush sem heitir Renato Moicano þetta er samt geðveikubardaði þetta er þetta hefur ekki alveg verið að gerast hjá Dariush hann alltaf er bara hann er rosalega góðu bardaðamaður sem er ekkit rosalega skemmtilegt að horfa á alltaf hann á alveg bardaðin á milli sem eru geggjaðir en stundum hann á snúsfest líka svona af og til og Moicano er svona eiginlega speilmynd eða svona andstæðan þessu hann er, þú veist, ekki endilega besti bardaður með henni en hann er geggjað skemmtilegt að horfa hann er geggjað skemmtilega YouTube-bráð líka og hann er með hjartað í þessu og hann veit svona hvað leið hann á að fara til að vinna ég held að hann tekur þetta ég held að hann er meira hjarta og hungraður Moicano sínaði bara með sigrinum á Benoit Saint-Denis hvað hann er virkilega góður ég einhvern veginn svona áttað mikið á því að hann væri svona góður sko. Nei það er bara kontrólið sem hann hafði þegar hann var að koma með hann í gólfið
var svakalegt sko. Líka þar vann hann gaur sem að ég held að við höfum allir verið bara á því áramóta þættunum í fyrra, ekki núna þá voru allir á því að Benno yrði meistari á næstu 2 árum. Já, við völdum hann nýlega ásins í fyrra, ekki? Jú, hann var nálægt því. Jú, hvort það sé ekki bara rétt sér. Ég man ekki hvað við fór fram fyrir árið síðan sko. Nei, já, mér minna hann hafi verið með 4 sigra 4 barða, 4 sigra á því árið, ekki? En svo lenti hann bara á Moicano vegnum. Já. Fyrst á Poirier vegnum. Þú veist, hann fór þarna veikur staffið, fór veikur í það á móti Poirier sem fór ekki vel og svo hélt maður svona, ok, núna er hann ekki með staff, núna fær hann full training camp og maður vann maður líka Moicano svo kom bara í ljós bara, fuck, nei, Moicano er bara champion level, góðu fighter sko. Já, hann er líka sko, Moicano er komin sko hann er svona endurlífgun lífdaga eitthvað svona, þú veist, hann, þú veist þetta var að renna út sko, tapaði það var einmitt Jose Aldo og Fischer og eitthvað eitthvað pásu var einhver eitt bardagi sem var svona turnaround bardaginn fyrir Moicano sem að hann var svona pegged sem hálfgerður bara journeyman og svo átti hann einhvern eitt bardaga og þá, þú veist, var hann komin í þetta örgulega Drew Dober sem þú tala sko. En málega, sko, hann fór hann í bardaga á móti Rafael dos Anjos tapaði honum, en hann tók þann bardaga bara með engum fyrirvara, ekkert training camp og fór í main event, þú veist, á Fight Night í 5 lótur. Þannig að, þú veist, kannski eftir þann bardaga voru allir svona, þú veist, ok, hann er kannski ekkert að fara lengra, en svo er hann bara búin að gegja það síðan þá, sko. Líka bara svo skemmtileg, likeable gæi, sko. Mér finnst þetta skemmtilegast í UFC-fighterinn, sko. Ég elska podcastana, sko. Hann er svo skemmtileg maður. Cannot afford to lose, my brother. Ég held að það var eftir hérna hann tapaði fyrir Fischer 20, þá var ég búin að ákveða að þetta var journeyman. Og svo vann hann J. Herbert, Chase Hooper, Hernandez tapaði mútið Dan Anjos, svo var mitt eftir Drew Dober 24, þá var ég bara ok. Þetta geti verið eitthvað champ run hérna í gangi. Geggja post-fight interview við hann þegar hann er í Fraklandi og er að rakka niður Macron og eitthvað og hérna og leggur svo til ykkur á bók hérna The God That Failed hérna Democracy The God That Failed og ég bara, þessi gaur en að educata mig en ég hef dætt hérna Audible, keypti bókina og hlustaði á hana og bara, já ok, góða pælingar. Hvernig er þessi bók? Hvað er þessi bók? Já. Hún er rauninni hvaða lýðræði getur verið klikkað og óskilvirkt samanborið við svona gamalt svona konungsveldi eða svona monarchy og höfundur bókarinnar leggur líka til í rauninni að það er rauninni betra að vera með svona gamalt konungsveldi þar sem að einn maður heldur í spottana svona pínu tjekkaður og allt samfélagið í rauninni byggir á svona tryggingargrundvelli þannig að þú veist það er rauninni tryggingafélag sem að á öll húsin og eitthvað svona og þannig að þú veist ef þannig að þú veist það er miklu betra að keyra samfélagið á svona tryggingarsjónarmiði svona eins og með eldan í LA eða væri tryggingafélag sem að bæri ábyrgð á slökkvistöðun og svona þá væri það að höndla allt öðruvísi heldur en eða bara eitthvað slökkvistjóri og eitthvað svona lýðræðis major að tryggingafélagið væri alltaf við getum ekki látið við getum ekki verið með einhverja eldhættu skilur við getum ekki fara að borga út einhver tryggingagjöld skilur þannig sjónarmið. Já, ég meina lýðræði virkar ekki. Nei, og hann kemur líka með góðan punkt skilur að þú veist, lýðræðissamfélög fara í miklu fleiri stríð heldur en konungsríkja samfélög og við höldum ofta að alltaf besta í heiminum hafi komið frá lýðræðisríkjum en svona, þú veist, gæjar eins og, þú veist, Nietzsche og Freud og svona, þetta er allt gæjar sem koma á svona gamla monarkíunu, sko. En við erum enda að vitni í þessa gæja, sko. En við höldum alltaf að þetta sé eitthvað svona afsprengi lýðræðisveldana, sko. Það er alltaf bara að kalla alla sem eru, sko, utan við lýðræði og kapitalisma eru kallaðir marxistar einhvern veginn ósært. Þannig að, þú veist, það er rosa erfitt að vera eitthvað að tala þetta á svona einhverjum fræðilegum grundvelli og það er allir sem eru ekki lýðræðis og kapitalista meira í þeir eru marxistar og ekki hlusta á. Já, en svo með þessar konungsveldu pælingar sem er líka mjög skemmtilegt sko. Dýp pælingar maður. Moicano og skúla mig sko, en það sem líka var sláverð sko, þegar með svona konungsveldi, það var einn gæi sem að bera ábyrgð á samfélaginu í heila lífstíð sko. Þannig að hann er að spara pening og gera eitthvað svona fjárfestingar og eitthvað. Ideally. Já, ideally. Hann er ekki með eitthvað svona, ég hef kosið inn í 4 ár, ég þarf að taka svo mikið af bankalánum til að koma einhverju í verk, skilur, og skilja eftir skuld fyrir næstu stjórn. Akkurat, og líka svona, þú veist, eitthvað svona, ég er núna reiði ég næstu 4 árin, þannig ég ætla að gera
alla hlutina sem eru góðir á síðustu 6 mánuðunum svo ég fá aftur kosningu og þetta svo mikið vinsældakosning að þetta í raun og veru funkar ekki almennilega. Nei. Við sjáum bara stjórnmálun á Íslandi. Þeir eru mjög gott dæmum af hverju lýðræði funkar illa. Bara ótrúlega mikil skuldasöfnun og svo ferðu bara í endalausar stríðum af því að það er bara eitthvað svona þú bara með eitthvað auðlind sem að þú bara ekki ábyrgð á eftir 8 ára eða eitthvað þannig að þú bara getur hent pening og fólki inn í eitthvað stríð versus einhver 2 kongar sem bara fokk maður, ég hef ekki efna þessu. Nei, og þú mátt heldur ekkert segja við fólk, þú veist eitthvað, við getum ekki eitt peningum í þetta eða við ætlum að auka skatta til að fá inn peninga út af þetta er óvinsælt, þú veist. Þannig að það eru einhvern veginn allir að horfa á það sem þið geta eitt í, bara ekki á fleiri rampa, fleiri þetta og ef ykkur spyr hvaða peninga ætlar að nota í þetta, þá eru þið bara ekki, það er reddast bara. Við ætlum ekki að hækka skatta, ekki að ágjöra því. Nei, nákvæmlega. Svo þetta bara keyrt á okkur lánum og Já. Við þurfum að fá Egil Helgason í podcastið bráðum. Það er bara smá pólitík. Ég var til að fá bara Mói Kahn og hingað bara. Já. Ég er ekki alveg rétti maður inn í svona. Já, það er líka bara ef hann vinnur þennan bara það, skilur, bara hvaða bók er hann að fara að leggja til, skilur. En eru við Mói Kahn í lífinu allir? Já, það er við höfum alltaf tíma til að diskutera þetta meira. Ég er smá leðilt að hann sé ekki að mæta Paddy. Því að það vilja allir sjá hann mæta Paddy. Hvað var þeim þann fætt? Ég veit ekki, þeir eru bara að bíða með það. Já. Ég trú ekki öðru en það verið næsti fætt, sko. Er ekki Paddy að fara móti Michael Chandler? Já, ég er eitthvað um það. Já, í London, Já, er það staðfest, það? Ég man ekki að það staðfest. Nei, það er rumors, sko, já, einmitt. Ég held að Paddy tegur hann. Já, ég held það líka. Ég held að Chandler sé bara... Hann er ekki tactical. Nei, hann líka bara... Það er svo vitlaust maður, hann bara tekur, já. Svo er hann bara... Það er gaman að horfa á hann samt. Er hann pínu worn out? Já. Búinn að taka mikið damage. Oft. Já. Mikið. Svo er hann líka bara í crossfit, skilur. Já, svo er það líka. Hann er ekki eitthvað... Hann er alltaf bara massaður, hann er svona bodybuilder. Já, svolítið, sko. Og ógeðslega game. Já. Game. En ég held að Benny okkar sé bara búinn, sko. Já, ég held að líka. Hann svona titillestin er farin fram í honum. Já, 35. Já. Þetta er niður á veg hérna. Hann Darius? Já. Kanski. Titillestin er alltaf farin, sko. Þetta er aðeins mikið bakslag, sko. Já, sammála. En má ekki hvernig tekur þetta? Já, mér finnst samt að þetta er alveg fínt, þetta er alveg jafnt, sko, þú veist, þetta er gott matchup, sko. Já. Ég hef kannski frekar verið til að sjá þetta fyrir svona 2 árum. Já. En fínt. Já. Þá erum við að horfa á hvað? Holland, The Ritter. The Ritter var ákveðið svona pínu vonbrigði síðast. Já, ég er alveg sammála því, sko. Ég er ekki renni The Ritter. Nei, hann var ekki mjög impressive. Líka bara, hann var á móti hérna Gerald Mercier, var það ekki? Jú. Svo kallaði hann bara út Hamzat eða eitthvað. Já, eins og idiot. Rétt svo vann Mercier, bara rétt svo vann Mercier. Og bara, ég vil Hamzat. Bara mega engan sens. Leta líka lít út bara, hann let bara Mercier lít út eins og bara mjög erfiðan barða. Já, og gerði þennan blá. Gæði eins og Hamzat bara kildi einu sinni búið. Já, búið, sko. Þannig að ég held að Holland tekja þetta. Já, það er Kevin Holland. Hann er líka bara likeable gaur, sko, hvernig getur maður ekki bara haldið með honum og bara... Ég elska mentality hans. Hann bara tapar, sko, aftur, skilur. Nákvæmlega, fokkin busy, bara, þú veist, hvað er hann búinn að berjast? Hann er bara að skemmta sér. Hann sér það alveg. Skemmtast og græða pening. Er hann ekki alltaf bara með hverju ári 4 bardaga, hvað hann er? Nei, hann var aðeins hægari 2003, sko. Var ekki fyrir sem hann bara... 2004. Short Norris. Jú, það var í fyrra. Hann byrjaði núna nýlega, eða þú veist, á síðasta árinu eða svo. Þá byrjaði hann að taka svo þannig alvarlega að hann ætlaði að fara í eitthvað titil. Fram að því var hann að gera þetta svolítið bara... Það var þetta skemmtilegt, græða pening. En svo var hann að tala um það í byrjun held ég á síðasta árs. Að hann hafi verið að... Svona fyrst þá byrjaði svona að horfa svolítið fram á veginn og svona, ok, hvert ætla ég að fara með þetta? Já. En þú veist, svo tapar hann fyrir Jack Della Maddalena og Michael Van Page. Já. Þetta titlurinn hjá honum byrjar ekki vel. Nei, þetta voru góði bardagar samt, sko. Þessi 2 þeir sem hann tapaði, sko, hann var alveg inni í báðum. Maddalena var split decision, sko. Já. Og hérna sem var óöfn síðasta tapið og náttúrulega meiðist eitthvað í þeim bardaga, sko. Já. Var þetta Page? Nei, síðasta bardaga. Var það ekki Roman Dolidze? Nei, var ekki Paddy? Nei, það var Green. Já. Michael Alexis, það er síðasti bardaga hans, Kevin Holland. Aha. Já. Meiddist hann ekki... Nei, hann meiddist hérna Roman Dolidze, já. Ef við bara meiðist í fyrstu lótu. Já, ef við bardaginu stöðuðar eftir fyrstu lótu. Þú veist, hann
rauðbeinsbrotnaði líklega held ég. Já. Og óöfnið þar, þú veist, öll þessi töp eru svona, þú veist, eitthvað sem hefði alveg getað að fara í hinn áttina, sko. Já. Ég ætla að vera óminnstuleika og ég ætla að setja á The Ritter. Nei. Jú. Það bara alltaf að vera leiðilegur. Já. Ég að velja Kevin bara því fílan, sko. Já, ég líka á Kevin. Það gæti farið á báða vegur, sko. Já. Mér finnst The Ritter overrated, Holland underrated. Já. Ég myndi ekki að Holland vera underrated, en The Ritter fannst mér overrated eftir síðastu parta. Ég var bara eitthvað, var þetta sem ég var búin að vera að bíða eftir? Já. Ég er hættu, ég get ekki gert það, ég ætla að vera að Kevin Holland. Hættu sig úr. Nei, þú ert bara Ritter megin í lífinu, það er bara Nei, ég vil ekki Ritteran. Það er meðvirkur. Já, það er þetta með. Og ég fekk svona óbreiði munum þegar ég sagði þetta, ég bara, nei, ég get ekki. Herri, og stikla stóru hérna á þessu prelims, við ekki verðum að nefna Talbot út af því hann ætlar að taka Tate þegar hann er búið með Barcelos. Já, hann kallaði þetta Andrew Tate. Já. Það er gaman að sjá það. Já. Byrju í MMA þá, eða í bara í kickboxi? Nei, bara í kickboxi, en það er aldrei að fara að gerast, ég held að... Það er náttúrulega, Andrew Tate er risastór maður og hann er í bantamweight. Tate er ríkur, hann þarf ekkert að gera. Já, og Tate er líka hætt að keppa fyrir einhvern 10 árum eða eitthvað, sko. Hann fær sér bara kaffi og vindil á morgunna í morgumat, skilur við. What a lifestyle. Já. En ekki fangils en þó, eða? Nei, hann var að losna stofufangils í dag. Ég sá það. Úr stofufangilsi, hann er í stofufangilsi. Hann var leystur úr fangilsi í rúminu í stofufangilsi og það var... Var hann segur, eða? Það getur ekki verið fyrst hann er laus í stofufangilsi. Sko, það getur ekki verið að þeir hafa ekki tekist að dæma hann. Með eitthvað, að því að hann bara, það er endalist mikið af klippum á honum á netinu þar sem hann er bara að koma upp sjálf hans, sko. Já, en það er eitthvað shit-tólk á internetinu, ég held að geta ekki notað það sem einhverjar staðar... Nei, það er aldrei alveg verið. Þú veist, og með því svona fréttaflutningi kringum þetta mál, þá virtist vera að fullt af þessum konum sem var að vinna hjá þeim hafi komið fram og sagt að það hefði ekki verið neitt svona ofbeldi. Nei, ég trúi ekki þessum konum. Nei, ég ætla ekki að draga neinar áleittanir á neinu því ég þekki ekki neitt af þessu fólki, sko. En ég held þetta hafi ekki verið svona mikið slemdöng sakfelling eins og fjölmiðlar voru látið uppi á tímbili. Já, það getur verið. Make sense. Það eru eitt stikla stóri, Takir Ulanbekov sem opnaði kartið, get Clayton Carpenter. Þetta er fyrsta verkefni hans Khabib. Já. Fyrsta? Verkefni hans Khabib. Khabib er í hotnun hans Takir Ulanbekov. Já, ok. Herðu, þá var maður strax svona spenntur fyrir þessum bardaga. Já. Það er sko, Khabib opnar og lokar þessu kvöldi. Og líka Takir, þú veist, hann er með síðasti bardaginn, þessi sigur á móti Cody Durden sem er í miklu uppáldi á mér, sko. Þannig að, þú veist, bara gott í þessum manni, sko. Já, það er einhver algjör fokker, sko. Við minnum að Clayton Carpenter sé líka mjög... Carpenter er undefeated. Já, við minnum að hann verið mjög flottur síðasti saman. Hvernig er þetta Rikki Turcios? Á móti Sopai. Það verður skemmtileg bara. Ég þekki það ekki alveg nóg vel. En sko, þessi Sopai, hann náttúrulega lendi í þessu svaka knockouti. Hann var þarna, fekk flying knee-ið, beint í smettið. En hann var búinn að líta svo vel út í þeim barda, alveg upp að þeim tímapunkti. Svo eiginlega bara svona gasaði hann út og misti athyglina og bara flying knee, beint í smettið. En sko, hann var að sýna algjöra yfirburði sko, fyrir partina af bardaðanum. Þannig að ég var alveg bara svona, veist, að horfa á þann barda og ég bara, til þessi Sopai gæi spennandi. Og svo náttúrulega muni allir bara eftir knockoutinu og bara, þú veist, Sopai á röngum enda á því, fattiði mig. En þessi hinn aðna, Rikki, það er svona hæp, það er hæp fyrir honum, sko. Hann er líka frá El Salvador líka, held ég, sko. Já, það. Það er grótært. Við kunnum að mynda það. Já, þetta er betur. Við erum miklir El Salvador menn. Já, ekki. Alltaf. Er eitthvað fleiri sem viljið draga fram á þessu kvöldi? Nei, þetta er fínt. Við erum búin að taka í svo mörg sidequests hérna. Andrew Tate. Við þurfum að renna yfir Curtis. Lýðræði. Þið bara með ekki spyrja með svona spurningar. Nei. Eitthvað varst að hlusta hljóðbóknan, ég bara, já, ég skal segja ykkur bara. Já, en þetta var fínt. Þetta er fínt, maður. Ef að renna yfir, viltu ekki vera með? En það er annar barndagi, Grant Dawson á móti Diego Ferreira. Það er barndagi sem gæti verið mjög skemmtilega. Grant Dawson þarf að koma tilbaka. Hann tapaði þarna, hann er nú búinn að vinna 2 síðan. Hann tapaði þarna móti Bobby Green. Bara, þú veist, var rótaður til 30 sekúndur móti Bobby Green. Og, þú veist, var náttúrulega bara, hann er ekki bara undefeated allan í UFC upp á þeim tímapunkti. Jú, hvernig segir þetta? Já. Þannig að, það er svona, þú veist,
þú veist, Grant Dawson gæti alveg verið að fara að blanda sig í toppáratu þó hann sé í lightweight erfiðustu deildinni. Það mjög efnilegur. Já, mjög efnilegur, þannig að maður alltaf spenntur að sjá hann og náttúrulega þessi Diego Ferreira, hann átti einhverju góða frammistuðu síðast, það ekki? Já, eða ekki knockout-kongurinn? Nei, þú talar Bruno Ferreira. Diego Ferreira einhver reynsla, sko, hann 39 ára gamall, sko. Þú veist, með 15 UFC bara það. Já, ég held að sé bara mjög solid, sko. Já, svo Jailton Almeida og Sergei Spivak á prílinsgrunni. Já, það skemmtilegt, sko. Já. Það góður hefur. Ég held að þetta sé sko, þetta verður vesen fyrir Jailton Almeida þegar hún verður svo ógeðslega mónt að láta kýla sér andlitið. Að ég held að Sergei Spivak geti sótt sér góðan sigur þar. Og Bogdan Guskov sem rússneska dósavélin eða úsbekinska dósavélin mætir Billy Elakana sem var svona dregin inn á short notice inn í UFC til þess að mæta honum eftir að Johnny Walker púlaði út. Þannig að þetta er debut hjá hennum gæja þarna. Já. Og hann bara komin á einhverju litlu promotion í sig. Þannig að hann var nú í PFL. Það er lítið promotion sem að debut. Já. Það er debut. Er það máli bara? Já, ég held að heyrði að vera hemorrhaging money einhvers staðar. Sko þetta gerist þú ætlar að fara að borga mönnum $10-20 million þegar að sýningarrétturinn og annað ekki að halið nóg mikið peningum. En hvernig ætla GFL, hvernig ætla þeir að borga svona mikið? Þeir eru bara að fara að borga öllum bara fullt af einhverjum gömlum munið hverju það voru, það er bara eitthvað Frank Mir er að fara að berjast í GFL. Það var hellingur að skrifa greinum þetta, ég bara man ekki alveg, það voru hellingur af frægunum. Já. Og svo eldgamlu, svo 45 ára lungur, nei ég veit, alls konar gauðra sko. En það er samt bara einhvern veginn, þú veist, og þeir eru að bjóða mönnum virkilega góðan pening, þannig svona, hvernig ætla þeir að fara þessu ef að PFL eru búin að brenna sig á þessu? Maður heyrir líka að þeir bara eru ekki að gefa þeim fights til þess að ekki borga þeim. Akkurat, það hefur verið svolítið með PFL, það voru ekki einhverju tveir sem voru kvartið, alla einn eða tveir. Jó, maður sagði það. Þetta sama eins og The Ritter kemur frá One, hann talaði það bara, þú veist, hann var alltaf að vera lóðan með einhverjum fights og fekk hann aldrei einhverjum fights. Fokkin erfitt líf maður. Yes. Vonlist. Herru, ég var að rappa upp þessu UFC 311. Já, let's do it. Já, það er smá dagskrá eftir framöndan. Það er fréttahotnið og UFC. Fight Night, recapið. En spurning Johnny, hvað þú að fá kveðja þig eða hvort verið áfram? Ég er að spója að fara heim að sofa sko. Já, þú tónar þessi þreytulegur og glæri í augunum. Skilja með eftir en eina mig. Beint á æfingu sko. Já, töfutæfing og kaldi potturinn og eitthvað. Já. Nú ætla þess að koma kaldi pottur í Reykjavík. Já, eru þið komið kaldan? Guðjón kominn? Þetta er eitthvað svona... Við erum með svona makeshift svona. Já, ok. Það er svona sem fólk setur út á svalir hjá sér sko. Er þetta bara eitthvað tunna? Það er bara inn í sturtunni og setur sturtunni í sinni og... Það er svona ískallt sko. Hvað er að frétta Guðjunni hjá okkur? Er hún komin? Hún er bara í vinslu sko. Hún er bara dætt inn sko. Það er verið að gera upp svæðið sko. Það er litla herbyggja hann á milli. Ég var eitthvað stalst til að labba hann og skoða þetta. Og ertu einn af þessum strákum sem ég viltist inn í kvennaklefann eitthvað einn af þeim Já, ég held að Nei Hann viltist ekki, hann fór bara beint inn Misa not stupid sko Misa not stupid Varstu að horfa á Phantom Menace? Varstu að Star Wars? Já Í jólinn sko Já, þetta er mest óþólandi karakter alltaf tíma Ég veit það, en ég elska hann samt sko Bara pælgi því sko, nú ætlum ég að ranta pínu með Star Wars Eða þeir hefði bara sleppt í að hafa sko Jar Jar Binks og haft bara svona vel þykkan svartan gaur í staðinn. Þú hafa svartan gaur sem legan? Aha. Já. Hafði þið hann bara frekar? Já, hann var svartan gaur sem legan, þannig að þau voru með vel þykkan svartan gaur hana. Alveg eins og þú vilt hafa þá. Og það er ekki nógu gott fyrir þig. Ég vil bara fá þennan attitude, ég vil bara fá eitthvað svona Wesley Snipes gæja sem er bara, þú veist, fæti ykkur að dróna og bara need a fucking grenade en ekki eitthvað, místa nú hægt að búpa eitthvað svona þannig gæja, skilur. Ég bara þú ekki þennan gæja, sko. Já. Helviti Jar Jar Binks. En, ég hættir. Hefur að halda áfram með þátt, eða? Já, heldum að, kveðum Jonna og heldum svo áfram með þáttin. Djóla Ríbas vitlaust maður. Já, herru, það við höldum áfram. Já, Ríbas. Grættakinn, á hann ekki rauður Svona hann er við Mjög gott Við erum sem að klúra þessu Herru, við höldum áfram En sko það sé einhver vakandi þarna við borðið Já, það er rétt Herru, hvað segir við? Við þurfum að rappa upp UFC síðan síðan þetta ekki Dörn múti Ríbas þar sem að þú lagðir heilsu þína að veri Já, einmitt Þannig að og lifurina mína Þetta er flott Þannig að Já, ég var ekki alveg nóg sáttur
Hún líka eðilega parlegið mitt maður. Já, ég skil ekki okkur hún var að chilla þarna, bara þú veist, hún bauð henni bara upp á það. Út af því hún gerði þetta svolítið í síðasta bardaga, þá var Dern bara svolítið á bakinu og Ribas vann þetta með control að stóra hluta. Þetta fór eiginlega bara nákvæmlega eins og ég sagði í síðasta þetta. Ég var að horfa á þetta og verið bara eitthvað, og núna gerist þetta, og núna gerist þetta. Já, sko, Dern lítur bara miklu betur út sem bardagamaður. Já, það er rétt. Sko, fléttar betur saman fellurnar hennar eru orðnar svo mikið betri. Stjárnfræðilega betri. Já. En það sem er samt í þessum bardaga, það er Ribas sem eiginlega tekur hana niður og hún reversa stöðinni. Ég veit það, en bara tilröðunar eru betri. Dern fer í takedownin, hún næri einhverju svona hip judo-kastinu á hana, sko. En, já, og Dern bara góð að vinna á bótt. En þetta er náttúrulega, þetta eru miklu betri fellu tilröðunir en maður er vanur að frá Dern. Já, líka Dern tók hana niður bara alveg í fyrstu lótu, bara strax. Og strikingið á Dern leit betur út, það er samt ekki frábært sko. Nei, að lúka voða awkward sko. Já, og nei, þetta er allt svo, hún rössar alltaf inn með vilt högg, 2-3 og resetar, skilur við. Þetta er voða lítið technical striking í gangi. Já, jú, það sé ekki eitthvað til í því. Mér svolítið, ég skildi ekki eitthvað Ribas sendi ekki að tímasettina eins og þú varst að tala um í síðast þetta. Mér var Dern bjóða svo upp að vera tímasett og bara hömruð þegar hún kem inn. Já. Bróðsir. Svo ég hef einhvern veginn verið bara á því bara Dern sé bara overrated og eitthvað, en kannski hef ég bara verið í rugli með það. Hún er bara svo geggjuð í gólfinu. Já, hún er bara svo fárlega geggjuð í gólfinu. Sáuð þið bara... Hún lúkar bara svo awkward að fótunum eitthvað. Já, en sko, hún kom inn í gólfið, eiginlega bara betra á bækinu heldur en hún er hana, en maður sér mjaðmyndar á henni er á flegiferð þegar hún er undir. Hún er alltaf, og sko hún er alltaf með lappirnar á mjöðmónum á Ribas, tilbúin að sparka henni frá. Þú veist, þetta er bara jits level sem maður hefur ekki oft séð, sko. Já, en svona fundamental atriði, eða svona tildulega fundamental atriði eins og setja lappirnar á mjöðmynnar, bara, ef það er í boði, gerðu það, ekki það ég gerðu alltaf, maður svona gleymir því, skilur, en þetta er bara svo drillað inn í hana. Já. Þú veist, hún er ótrúlega góð á bakinu og mér varst sko Ribas verið að taka meiri damage. Já, heldur Dern. Ég er sammála. Og bara þessi olbóðu voru... Já, Dern og olbóðum á bóttum. Já. Og passaði, hún var rosa góð í að halda Ribas í þeirri fjalla sem hún vildi, þú veist, hún var með hana hérna, þú veist, á þessu svæði, svo sparkaði hún sér frá 2-3 olbóðar og læsti aftur hausnum niðri, fara nær og svo fór hún að undirbúa næstu svona sókn. Hún tók eiginlega ekki damage. Nei. Bara, sammála. Þetta var ógeðslega vel gert hjá henni. Já. Og þessi armbar, það bara lítið eftir á klukkunni og bara, þú veist bara það lítið eftir á klukkunni og bara, þú veist, hvernig hún svo ríg heldur utan henduna allur líka bara baka við þetta. Sástu líka hvernig hún sneri? Tók aðeins hendina til hægri til að losa greipiðina á Ribas. Þeir benta á þetta kommentatorarnir. Já, og hún svona aðeins hún tók hann svona aftur á bak og svona aðeins og hann losaði og kláraði svo. Maður getur svona lært hans að því, sko. Já. Að þú veist, ég sjálfur, ég fer beint niður og eitthvað. Ég líka. Njakkast, og ég meiri að þú veist, fer oft bara vitlaust með hendina hann að olbóin bara beigi svona og ég er bara, akkur er hann ekki að tappa? Já. Snið, sko. Þannig að það er svona, það er mjög margt í þessu sem er gott, en ég held að það er erfitt að díla við svona awkward striking frá Mackenzie Dern. Já. Af því að líka andstæðingurinn veit að það er felltilurinn að frá koma inn. Já. Út af því að, sko, einmitt það sem bjargarinni finnst mér og hún rössar inn svona, en þegar hún er að fara í fellutilunum þá rössar hún líka. Já. Hún hleypur í bæði skiptinin. Já. Þú veist, það er svo erfitt að vera bara eitthvað með high guard hérna þegar, þú veist, þú móti gælu sem að vill söppa þig og hún gæti alveg eins og vera að fara í fellu eins og að reyna okkur högg. Algjörlega. Pínuðu vesen að keppa með Mackenzie Dern núna. Ég er ánægð með það. Já. Mér finnst hún skemmtileg bardagakona. Gaman að horfa á hana. Já. Það er nú líka skemmtileg viðtalum, svona einlæg, næs. Þá þeir eru svo skotnir inni, sko. Já, ég er með einu spurningu fyrir podcastið. Er þetta myndalegasta kona í UFC? Nei. Í barda heiminum, jável? Þú ert ekki með svarrétt. Já. Já, það er 100%. Er Polyana Viana ennþá í UFC, eða? Já. Já, þá fær hún mitt alltaf. Hæ? Nei, hún er rosa sæt. En Dern er svona, she's a beaut.
Já, hún er a beauty. Pollyanna svona sæt, hún svona high school sæt. Já. Dern svona, hún þú læsir hana, skil, og barnar hana, sko. Já. Pollyanna líka, sko, hún komin bara á OnlyFans og eitthvað, skil. Já, ég veit það. Það gerir þetta ódýrt. Mér stóðst að fyndi því, ég sé hérna að Möndu Rýbas í svona viðtölum og eitthvað, þá svona, hún smá sæt, svo það mætir henni búrið þá bara, hún svo Chris Cyborg. Já, hún svolítið eins og Chris Cyborg. Versus Dern, hún mætir í viðtöl og geðið sæt, svo fer henni á viktina og bara, heyrðu líka var ekki Jamal Hill nei, var Kevin Holland þegar hún var svona að fara á viktin eða eitthvað, hann eitthvað, god damn það var eitthvað Jamal en já, allavega þetta hún gleður auðvitað og hún bara hún alltaf geggjaði í þessari og hún að taka skrefi rétt átt í streikinginu en hún ekki að drífa sig í titilbarda því hún veit að hún því lamin í köku í titilbarda. Willi Sang. Já, hún myndi písa hana upp. Já, hún myndi berja henni köku. Þannig að Dern mjögst bara rosa þroskað svona flott hjá henni að segja, þú veist, að hún sé ekki að rössa í titilbardaði. Hún veit að það svolítið í það level fyrir hana, en hún getur náði. Já, svolítið langt, sko. Já, langt. Ef við myndum bera Dern saman við Willi Sang, þú veist, ég veit ekki, þú veist, í gólfinu, já, glímunni, vartaglímunni hennar Willi Sang þú veist. Hún góð, en Willi Sang samt ekki vön að keppa móti svona góðum söppurum. Nei. Ég held að sé engin kona í UFC sem vön að keppa móti ykkurum sem ég haf góðið að söppa eins og Mackenzie Dern. Og Willi Sang tekur smá sensa, hún svolítið setur oft hausinn inn í gíóntinnið og þú veist, hún svolítið, þú veist, til að ná fellunni. En ég held bara að Dern verður að laga strækingi sitt þannig að það sé einhver ógn í strækinginu, einhver ógn til þess að hún sé eitthvað hættuleg fyrir konur eins og Sang Weili. Já, ég hugsa þessi bara ágætlega Já, ég held að Mackenzie Dern væri bara hlaupin í högg og hún myndi fara að mæta Willi Sang núna, sko. Hann rótið í fyrstu Þú fann að hljóma samt eins og einhver svona Dern hater. Kannski bara út að ég þurfti að vera kýldur í magan hérna af einhverjum, sko, champion. Já, en það ekki on you? Já. Þetta veðmálafíknin. Þú hefur verið kýldur í magan. Þú gerir 2 veðmál hérna við mig í síðasta þetta, vinnu minn. 2 veðmál. Já. Og sko, ef ég vinn næsta veðmál, þá verður kýl ég þig í magan. Já, en þetta verður gaman ef ég vinn veðmálið. Ég verður kýla í magan. Fluffy Hernandez átti að verða meistar á næstu 2 árum, já. Bollin hann næstu 2 árum, mér fannst það eins og væri bara ég var að hlusta á þáttir og leiðinu á næstu 2 árum og þetta skjálfast bollin í milliveitinni bollin í milliveitinni ætlar að verða meistar á næstu 2 árum that shit is never gonna happen hann smábolli hann flott ég held að hann verði ekki champ, sko ég hugsa að þú verið kýldur í magan en daginn sem að þú setur böppleikir á sinni það gerist ekki sko við munum halda stærsta 50 lútipartí í EFE þegar Fluffy fær titilbarda. Hann fær aldrei titilbarda. Það gæti alveg gerst. Það gæti vel gerst. Þetta væri það geggjað. Þetta væri geggjað. Og þá bara gerum við það á staðnum, bara á mínigarnum fyrir framan alla. Það samþykkti ég ekki. En ekki það ég hafi ágjörði því að Fluffy Bolli Hernandez í milliveitinni verður aldrei meistari. Hann seigur, sko. Hann drullu fucking seigur. Ok, bara áður við förum algjörlega út að Duplessis, Sean Strickland, Adesanya, Khamzat og Robert Whittaker, Imavov, hvernig af þessum hann að fara að vinna? Alla nema mögulega ekki Khamzat. Khamzat verður erfitt. Ég held bara að sko, ég held að Fluffy geti unnið alla þess að hina gauðra. Þú ert crazy. Nei. Þú ert crazy. Ég held að það bara ekki horta nógu marga barða. Jú, ég hef séð hann berjast. Hann alveg fín. Hann geggjaður. Hann ekki betri en Adesanya. Hann ekki betri en... Ég ætla að taka Adesanya núna. Hann ekki betri en Khamzat Chimaev. Hann ekki betri en Robert Whittaker. Sean Strickland myndi fokkin ónan. Bara með pure pressure. Og Duplessis myndi ragdollan. Nei. Það enginn ragdollan. Imavov eini gaurinn sem hann á sjensi. Nei. Það bara ránt, sko. Nonni, back me up here. Það bara mjög ránt í þér. Þetta mjög ránt. Fluffy að fara að snýta þessari deild. Það margt sem getur breyst á 1,5 ári. Nákvæmlega. Khamzat að fara að tapa fyrir sjálfum sér. Ok, ég ætla samt að benda ykkur á það að Chao Borralho, hann ranked nummer 6. Það getur verið vissin. Það getur verið vissin. Cannonier, hann hérna 8.
hann gæti líka verið vesen. Það hann verður aldrei meistari. Þetta góð deild, sko. Ég ánægður með þetta veðmál. Já, ég líka. Fyrir lok árs 2006-2007 þá munum við setja buttplug í rassinn á Heiðari. Já. Einn hátt Það ekki veðmál. Veðmálið ekki að setja buttplug í mig nema ég tapi. Nei, þetta var stefnuskrá, skilur við. Já, ok. Við erum bara með ákveðin markmið í lífinu, þetta er eitt af þeim. Ok, ég skal gera til við ykkur. Og núna er mér alvara. Ég til ég að keppa við ykkur MMA, bardagi. Ég vel dagana. Ef ég tapa fyrir öðrum hvorum ykkar, þá fáum við buttplugin ykkar. Það fáum við buttplugin okkar? Í rassinn þinn? Já. Þú bara að segja við vinnum því. Ég ákveð hvenar, ef annar ykkar vinnur mig, ég keppi ykkur báða, ef einn vinnur mig, þá fáið þið ósk ykkar uppfyllta. Það getur skemmt. Já, það getur mjög skemmt. Oh man. En ég just get horny. Já, en ég ákveð dagsetningarnar. Ákveð þú dagsetningarnar? Já, sjálfsögðu. Hvað, bara 2 dagar? Nei, ég gef ykkur alveg 2 vikur eða eitthvað. Já. Það nóg. Hugsið þetta, þegar svarið mér í næsta þætti, ef þið segja já, þá gefum ég mig dagsetningar í næsta þætti og þá bara kýlu á þetta. Ég skal diskutera þetta hérna þegar ég komur fríin mínu. Já. Þá hérna, ég skal taka í spaðan. En nú kallum við þetta bara kamp í Tælandi fyrir þegar. En ef þið segja já, þá get ég alltaf þykir bara hann, bygga, þegar þú kemur heim, bara leið og kemur heim, og þig 2 vikur senna. Hvað, við hafa með þunnan með kynnsjúkdóma í bardaga? Það var það með ekkert þið búin að heyra hvað ég að leggja undir og þið ekki að leggja neitt undir eða? Annað en að ég fæ að berja ykkur sem verður vissulega skemmtilegt. Málið sko, ef að bardagan gengur illa og til að fara í gegn okkur, þá getur alltaf bara tapað út. Það er þægilegt sko. Get ég tapað út? Nei, ég get alltaf tapað út. Ég bara, ég er bara kilur sem ég get tapað út. Ég veit það. Þegar enga tapa, annað en stoltinu, skilurðu? Já. Ég hef ekkert stolt. Nei, ég veit. En ok, hugsið þetta. Þetta er eina leiðin til þess að þið fáið þessa ósk ykkar uppfyllta nema að Þú gefa okkur geggjaða gulrót sko. Já, ég er mjög til þetta. Þetta er hversu mikið mér langar. Þetta er hversu mikið þið eru búin að tísa mig. Drag me on. Þannig að ég bara draga þið með asnaeyrunum. Já, ég taka þetta samtal upp í lok febrúar. Við tókum þetta alltaf upp hérna og þetta er allt. Já, en ég er til í það. Okay. Þú farið að barta undir þessum skilmálum á árinu. En ég ætla bara að koma frí fyrst. Þannig að þið eru að segja já, báðir. Ég er ekki búin að segja já. Sko, Biggi er definitílega að segja já. Ég er ekki búin að segja já. Ég hef ekki tekið neina. Í næstu tökum þá verðið að svara. Báðir. Það er báðir eða enginn. Betur hvaða skilmálar eru? Nú fyrir að spóla tilbaka þáttinn og sjá hvernig hann orðaði þetta áðan. Lawyer. Við erum ekki búin að taka inn að spaða sko. Nei. Og ég er svo eini sem er að leggja undir, þannig að ég fæ svolítið að stjórna ferðinni. Mér finnst bara sangjandi að fá okkur báða. Ég er að fara í frí eftir 15 dagar sko. Ég veit það. Hvað, viltu taka hann bara áður fyrir frí? Nei. Viltu taka hann bara daginn eftir? Nei, ég vil fá samþykk, þú veist, ég vil vita hvort ég sé að fara að undirbúa mig fyrir þetta eða ekki. Já. Og ef við vinnuðum báðir þá fáum við að velja. Ok. Gekka? Fæn. Þannig að þeir að segja já. Biggi, hætt að fagna og svo ekki að segja já, skilurðu. Þá er þetta ekki svona gaman. Sýndu hvernig þú fagnaðir. Ég var ekki með myndavélina þér. Já, einmitt. Og svo kem ég, ætlum að taka þessu, þá, ég veit. Það er bara svona að vita að þetta er í boði. Ég veit. Já. En ok. Herru, hérna. Ponsi. Þú veist, fucking graður ég að fá böpplökir rassinn, sko. Ég bara, þetta gerir þetta með aldrin. Herru, hérna, Santiago Bernardo Ponsi Nibbio þeim miður sótti sigur Carlston Harris. Ég veit var Harris lélugur maður. Hann var þóttið til að hann slóa niður okkar maður. Já, en, sko. Það kom mér óvart hvað hann var bara með gott jafn og bara eitthvað, mér var svo fyndið hvernig hann kýlir overhand einhvern veginn, sveiflar svo lendir svona sem eins og hammer fyrst. Þetta er eins og Jamal Hill kýlir líka svona, en þú fylgist með því næstu helgi, svona tekur svona whip, svolítið svona whippar höndunum, en þú sérð alveg mun á damage sem þú lendir, þú veist, þegar þú ert með olbón bakvið og ert með þetta, eða þú fær þetta högg, þú veist, þú getur sett hristing á hausinn, eins og hann gerir nokkru sinnum. Það sem hann setti hristing á hausinn á Ponsi Nibbio og hann fór í gólfið. En þetta var ekki accumulating damage framan í honum, þú veist, út af því að höggin eru svolítið svona en ekki hérna.
Já, hann er eiginlega kýla með litla hnúanum sín. Já, og svona vippar, sko. Já. Hoppa! Þannig að... En sko, Santiago Ponzinibbio og klára barðaðan, mér finnst hann ekki sannfærandi barðaðan, maður. Nei. Mér finnst hann alltaf einhvern veginn svona eins og belja og svelli einhvern veginn rennandi og byggir rosa mikið pláss þegar hann stekkur frá og svona. Já, fannst það reynda að vera svolítið story of the night. Ég held að gólfið á hringnum hafi verið eitthvað sleift. Mér var svona nokkri svona aðeins slippa og vera svona pínu skrýtnir hana. Ég finnst þetta ekki að við nota vitlaust að sápu. Já, mögulega. En ég held að Ponsi er bara rosalega solid. Já, ég sé gefa það að hann góður og svona stökkvinn gefa skot og fljóta og koma svo aftur tilbaka, sko. En þess að segja Harris bara fannst mér ekkert rosalega impressive og því að mér fannst strækingið hjá Ponzinibbio ekkert frábært og mér fannst Harris bara oft verið dauða færi að klára hann að barða, sko. Sem hann bara gerði ekki. Nei. Var ekki Ponzinibbio slegið niður? Jú, alveg nokkru sinni. Ég held bara einu sinni hverju lótu, sko. Já. Þannig að mér finnst Ponzinibbio svolítið kappaður. Ég er ekki hiss að Kevin Holland hafi rótað hann, sko. Nei. Þannig að, þú veist, en það er alveg þak á hvað Ponzinibbio getur gert. En hann vildi berast 3 til 4 sinnum á þessu ári. Ég held að viti náttúrulega bara að þetta er að verða búið. Já. En sko, meðan við þennan bara, Ponzi er fínn í þessu hlutverki. Því að núna veit ég bara, Harris er ekki gaur sem er að fara í eitthvað title run. Það er augljóst. Er það ekki? Jú. Ég meina fyrir hennar bara ég held það ekki fyrir hennar bara en ég veit að eftir bara að hann er ekki að fara að gera það. Þannig að ég held að Ponzi er fínn í þessu hlutverki nákvæmlega að gera þetta. Já, ég hugsa að sé bara mjög rétt hjá þér. Herru, en sko, oh my god, a knockout. Síðan á móti Abdulrazak Al-Hassan. Herru, þetta snýrist aðeins í höndanum á Biggi. Þú varst eitthvað off inn í síðustu viku. Já. Já, þú sagðir að Razak myndi bara rota Almeida, Ribas myndi skóla Dörn, hann gæti ekki neitt, og svo átti Chris Curtis líka að vinna Kopilov. Nei. Það var nú bara ekkert það að fara off, sko. Já, Curtis var geggjaður, sko. En Al-Hassan hann er bara... Al-Hassan var bara of graður, þannig að hann hitt hann einu sinni, hann var bara of graður og hann bara gleymdi að spá í hann þyrfti að verja sig. Hann er með kjarnork í höndunum. Hann veit aðeins svo mikið af því, heldur. Ég held að það sé vandamála. Hann fann bara svona lykt af blóðu og bara glimti sér. Bara átætt vinstri krók. Heldur veist, hann er líka bara, þú veist, komið með hann bara alveg fyrir búrið og hann einhvern veginn bara snýr þessu við, bara, þú veist, hann svona gleymir því, þú veist, maður getur sótt og kannski segið sjálflega sig, þú veist, sókn er besta vörnin, kannski fótbolta en ekki Emma. Ekki Emma. Og ekki, þú veist, ég held að hann líka bara glimt í augnablik bara þessi Almeida er bara vanur að keppa móti Pereira. Já. Þú veist, hann er vanur að keppa móti gaur sem getur tekið höfuðið af fólki með höggi. Þannig að þú veist, þetta er ekkert eitthvað, hann er ekkert brjálæslega out of place þegar hann er að keppa móti Al-Hassan. Nei, vissulega, en hvað bara, erfið bara að hann plankaði þarna og lá bara stiff. Þetta var óþægilegt. Og þú veist bara að halda hann niður stigan og eitthvað bara, þetta var svakalt. Þetta var óþægilegt. Það var óþægilegt knockout, sko. Þetta var mónt, sko. Herru, en fight of the night. Geggjaði bardagi. Roman Kopilov með Chris Curtis. Já, geggjaði bardagi. Geggjaði bardagi. Já, hræðilegt stoppage. Vonlu stoppage. Átt að koma hann okkur tölvört fyrr eða bara sleppt. Hann var líka bara þetta fyrst skipti sem ég slegi niður á ferlinum og bara, þú kallar þetta, þú veist bara, og brjálaður út í hann og Eirik Niksik þjálfari, hann heyrði skalla þarna bara eitthvað worst referee bara in the UFC og eitthvað, allir bara hundónaði með þetta. Þetta var líka vonlust, að staðan er 1-1 á skórkvöldunum, komandi inn í þriðlóðuna og þú veist, þetta var nú vel svona Roman Kopilov lota en leiði þess að fara það leið og þetta líka skilur Roman Kopilov tekur sem eitthvað svona walk-off KO. Nei sko, ég held að hann hafi bara slegið hann niður, vita að það voru 3 sekúndur eftir á klukkunni og bara lappa út í hornið. Sko málið er að Mark Smith, þó hann stoppi ekki strax, hann fer strax á milli. Ég veit það, þess vegna þurfti hann að stoppa þetta. Já. Út af því hann í raun og verið stígur þarna þess á milli þannig að Kopilov gat ekki hoppað á Curtis. Já, en maður sé samt að Mark Smith hann er ekki búinn að taka ákvörðun, hann er einhvern veginn stígur hann á milli og er samt að fylgjast með honum einhvern veginn, þú veist, hann er bara fyrir og þess vegna, þú veist, lappa Kopilov bara burtu. Og það voru bara 5 sekúndur eftir á lotunni. 3 eða 2 eða eitthvað, sko. Já, mjög lítið. En það er þetta að taka, sko, ákvörðun í núinu, sko. Já, ég menn þetta er ekki, ég öfunda ekki þess að dómara að vera þannig að þurfa að taka svona ákvarðanir. En þessi dómaramæður, þeir eiga bara að horfa á þetta og svo
taka ákvörðum að stoppa og þá stoppa, ekki eins og Herb Dean alltaf hlýpandi kringum á og svona, þú veist, og einhvern veginn, þú veist, því að fætararnir skynja, þeim finnst, þú veist, ok, hann komin á hreyfingu dómar, hann að fara að stöða mig, fattur þú veist, þeir að trufla þegar þeir láta svona. Herb Dean mjög slæmur í þessu, Mark Smith var bara glórulaus í þessu þetta skipti. Þú veist, þeir eiga bara að horfa á það, svo stoppa þetta, ekki vera eitthvað svona alveg við það að stoppa en samt ekki að stoppa og reyna að sjá hvað gerist, þú veist. Þú veist, það var svo mikið pressaður að vera á tánum, sko, og kannski bara hvert einast sekundbrot skiptir máli, sko. Já, hvert einasta högg getið drepi gaurinn, sko. Já, það endur alveg rétt. Og ef þú stoppast of snemma eða stoppast of illa, þá ertu rakkaði niður og ef þú ert á tánum og ert ég er tilbúinn og þá ertu rakkaði niður og ef þú ert of seinna ertu rakkaði niður. Þú ferð á milli, en er samt eitthvað svona að meta. Þá er það búið, skilju, þá er búin að taka á. En hann er ennþá að meta. Hann fer á milli og er eitthvað svona að fylgjast með honum. Nei, ok, búið. En hann er búinn að stíga á milli. Já. Þú veist, þá er hann í rauninni búinn að taka ákvörðun. Ef hann hefur stígað á milli og leyft þessu svo að ganga, þá er hann samt bara, heyrðu, þú stigst á milli. En maður sér, hann er ennþá að spá í þessu. Hann stígur á milli og er bara eitthvað svona, já, ok, stopp. En þetta hefði samt farið í Kopilov. Já, trúlega. Þetta hefði farið í Kopilov. Þetta var ekki rán, sko. Nei, hann hefði alltaf vunnið þetta. Þannig að, þú veist, hefði þetta verið svolítið í hináttina. Leðilegt fyrir Chris Curtis að fá KO loss á rekordið sitt. Í fyrsta skipti sem hann er slegið niður. En Kopilov tók hann niður, felldi hann. Kom það þér óvart? Já, það bara hefur enginn tekið Chris Curtis niður. Chris Curtis með bara eina bestu fellivörn í deildinni. Jú, hann var tekið niður í fyrsta skipti í síðasta barda. Hann var með 100% fellivörn upp að einhverjum barda, ég man ekki hver það var. Já. Þannig að þú veist, það er mjög erfitt að taka niður. Já. Og komur óvart að það er oft þannig að eitthvað svona gauðra með svona perfect take no defense, þeir eru teknið niður á einhver svona pjúra strækjurum. Þetta fyndið þetta á til að gera, sko. Kannski bara út að þeir eiga svo ógeðslega lítið von á að þeir sé að fara að reyna að taka það niður. Já. Þannig að það kemur þeim óvart. Það getur verið, sko. Þetta kom mér ekkert svona, þú veist, ég veit hann með góða fellur, en þetta kom mér ekki mikið óvart. Ég bjóst alveg við því að það yrði 1-2 fellur Kopilov megin í þessum bardaga, sko. Ég man ekki eftir að séð Kopilov eitthvað skjóta mikið í fellur. Hann hefur blandað inn í svolítið, þú veist. Það sé bara svona til að gefa mönnum eitthvað að hugsa meirinn að kommitta alveg í fellu. Já, hann er með fínt klins, hann er með ágætis klins og hann er svolítið að vinna með að fara í og úr klinsinu og hamra menn á leiðinni inn og út. Hann er svolítið þar. Þannig að þetta kom mér ekkert óvart. En finnst þetta á Chris Curtis? Hann var ekki jafn varnarsinnaður í þessum bardaga hann hefur verið. Miklu skemmtilegri hann hefur verið. Miklu skemmtilegri og svona miklu svona framsæknari og svona. Þetta var náttúrulega Southpaw móti Southpaw, þannig að þetta eru tveir gaurar sem vanlega geta ekki jabbað það mikið, geta bara núna jabbað, þú veist. Southpaw móti Orthodox, þetta er alltaf aðeins öðruvísi og þú veist, þetta er meira einhvern veginn svona bara þetta þú veist, handaborta og fótaborta, þú veist, að standa út fyrir hinn og eitthvað svona, en þú veist, þarna eru þau bara beint á móti hverjum öðrum og geta bara, þú veist, jabba á fullu bara, þú veist, eins og, þú veist, venlulegu bardagi milli Orthodox og Orthodox, þetta er sjaldan Southpaw móti Southpaw, þannig að, þú veist, loksins fenguðu báðið bara svona að jabba svona. Já, en sko, Chris Curtis náttúrulega, hann hendi í damage andlita á Kopilov djöfull náðan að damage hann mikið með þér hvað alltaf hafi verið mörg spór frá hún auga mörg og bara andlita hann og allt bólgið í drasl það var bara hefði ég bara séð framan í þá ekki hort á neitt af bardaganum þá hefði ég haldið að Chris Curtis rústa þessu sko. Hann átti bara svo geggjað aðralóti hann blendi svo ógeðslega mikið á hann í annarlóti ég held að Kopilov tók hann aðeins off pínu ég held að hann hafi spreyjað aðeins meira orku í fyrstu lótu en hann Kopilov heldur að hann hafi ætlað sér hann blés út úr sér góminn og hann braut á sér nefið held ég þess vegna held ég hann hafi verið að taka þennan anda hana í lok fyrstu lótu og nefið hann líka var bara og ég tók eftir á milli lótana þá var hann alltaf tók úr sér góminn og var hérna að ekki anda með nefinu ég held að hann hafi brotið það bara á fyrstu 2 mínútum sko. Djöfis brekkaði maður Já, það hefur áhrif, við sjáum bara eins og Gaethje í Holloway bardaganum. Eftir að Gaethje brýtur á sér nefið, þá er þetta erfitt, bara mjög erfitt. Já, það er satt. En geggjað fætt, bara performance, fight of the night og ekki svona skemmtilega Chris Curtis en þú veist, kannski bara ekki mikið ávöxt annars. Ekki alveg nokkuður, en þú veist, ég er alveg að fara næsta bardaga með Chris Curtis, ég er að fara að horfa á hann, sko. Já, miklu meira svona eitthvað. Ég er miklu spenntur. Þú veist, þetta er svona einn af þessu börnum sem hann
gaurinn tapar en hlutabröðin fara samt upp. Ég að fara að fylgjast betur með Chris Curtis eftir hann bara heldur en gerði fyrir. Þetta Kopilov smá dirty? Hann var eitthvað svona eye-poke og nutshot og... Það var bara annað tvennt. En sko, tók hann sem hann botar samt í hægra augað á Curtis og lendir svo krókum, vinstri krókum eftir það. Já. Það dirty. Það dirty. Pínu dirty. Það mjög dirty. Og svo tók hann neldan hann í pung, en það var enda varið niður í pung. Hann kýldi hann í pungin? Já, en... Maður sé það ekki oft, sko. Nei, en Curtis varði það. Þú sér það fyrir af hanskanum á Curtis, sko. Curtis ver, hérna, og það svona fyrir hann... Ég man ekki eftir að sé þetta áður, svona, þú veist, vanlega það spörk sem var í pungin. Það er bara kýldi hann í pungin. Það ekki oft kýlt í pung, sko. Það var mjög spes. Það hérna gameplanið fyrir buttplug barnaðan stóra. Kýldi hann í pungin. Kýldi hann í pungin, maður. Það væri góður fight. Ég vil bara sjá Kopilov fá, hérna, rematch við Fluffy og gera út titilvonur bollans hérna í milliviðinni. Já, ég meina, þú veist, ef það hefur eitthvað upp á sig, skilur? Það klálega bara eitthvað upp á sig. Já, ég held að það væri bara gott fyrir Fluffy okkar. Já, ég held að Fluffy going straight to the top. Straight to the top. Straight to the top. Herru, Christian Rodriguez á móti Austin Bashi. Ég elska Christian Rodriguez. Hann kann þetta bara. Geggjaður, sko. Hann getur tekið alla þessi glíminga, og gjörsamlega veðra þá. Hann bara líka svo chillaður. Hann svo ógeðslega chillaður. Ógeðslega chillaður. Og svo skil ég ekki okkur veðbáknir hata Christian Rodriguez. En það frábært. Fyrir okkur. Ég að fara að setja seðilega á næst, sko. Ég var svo vitlaus að gera ekki single bet á Christian Rodriguez by decision. Það var 6 í stuðul, sko. Ég setti það á 2 parlay. Af hverju gerði þið ekki bara 1 single bet með því? Já, ég algjör vitlaus í mér, sko. Ég gerði bara simple, bara Christian Rodriguez og Mackenzie Dern saman. 20 upp í 170. Bara mjög notalegt. Nice. Þú veist, en það er svo fyndið, sko. Austin Bashi skýtur inn og Christian Rodriguez, hann fyrir alltaf sömu leiðina að þessu. Það fer með hann í kottins í einhver aðra átt eitthvað. Já, það er svo snýr sér aðeins, kemur hendinni, snýr sér, bamba, eitthvað svona notalegt bara. Þetta er, þú veist, þetta er mjög... Hann á alltaf að finna einhver leið. Já. Líka, já. Og gjörsamlega buffar á standi, sko. Bashi fór, held ég, hann fór náttúrulega með svolítið... Þannig að ekki með þennan bara það rétt fyrirfram. Nei. Hann hélt að hann gæti regdólaði Rodriguez. Já, allir búin að hæpa hann alltaf mikið. Já, og það bara... Hann var aldrei að... Minni mig pínu á Bó, þessi Austin. Kemur inn með því líka hæplegast, hann á bara að taka og strauja deildina og svo er þetta sem pínu svona... Er ekki hérna, ok, en hæplegastinn hans Bó er miklu meiri, já. Blásnari. Já, en hún náttúrulega er líka dottin út af Off the Rails eftir Paul Craig barðan síðast, finnst mér. Já. Mér finnst ekkert hæp á Bónu eitthvað rétt á þessu leikur. Eftir að hann... rétt marði Paul Craig rétt marðan í striking barða og talaði eftir barðan hefði dóminina sem hann gerði ekki neitt. Nei, ekki frá því að Paul Craig, sko í mínu bókum hann Paul Craig ég er þar líka, sko. En mér minnst að dómarinn hafi ekki séð þannig, sko. Nei, en þegar ég horfði á þetta var ég bara Paul Craig að vinna bara. Já, nákvæmlega, þetta var algjör steik, sko. Já. Djúvillig maður. Herru, en Christian Rodriguez, ekki svona geggjaður. Ég vona að veðbakkandi haldi áfram að vann með þann á móti svona ungum, svona grappling heavy prospektum. Sammála. Og þú veist, á Austin Bashi að við haldið að hann gæti gert það sem að Raul Rosas Jr. gæti ekki. Einmitt, galið. Og svo hann náttúrulega byrjaði bara að gasa. Það er miklu auðvitað að verjast heldur en að sækja. Já. Sérstaklega það gengur illa. Akkurat. Ég var Rosas bundið taka og pakka þessum Bashi í glímu heldur, sko. Já, ekki spurning, sko. Herri, Punahale Soriano á móti Uros Medic. Okkar maður, Punahale, vorum enginn hafði trú á honum og nonni þekkt hann ekki. Ég er samt enda á að setja hann á parlay, sko. Já. Sko eins og ég segi, hann lítur oft rosa vel út. Mér hef oft hort á hann og svona eitthvað á fyrstu mínútinu og verið bara ekki, þessi er virkilega flottur og svo gengur þetta ekki alveg nóg vel hjá honum. Já. Þarna sýndi hann að hann getur alveg eitthvað. Já. Drullu flott hérna. Sko, hann var í middleweight en er núna komin í welterweight þannig að hann kannski verið svolítið lítill í middleweight. Já, mér minni það bara. Hann kannski bara finnir sér betur þannig. Já, og sko ég held að Uros Medic það er mögulega byrjaði lightweight, sko. Þannig að þú veist, þetta er lightweight og middleweight að mætast í welterweight. Minni það, ég er ekki alveg viss en allavega að Soriano var í middleweight. Já. En þetta var allavega algjör einstefna. Já, Punahale er búin að koma svo kortið það. Já.
Það fylgist með honum aðeins. Já, ég samanlega. Herri, en aðeins stikla á stóru, Ihor Pottiera óhefnasti UFC-maður í sögu UFC? Það lítur bara Það bara, þú veist, hann búin að fá svona mörg eye-pokes og groin-shots. Fekk hann ekki bæði eye-poke og groin-shot þarna í þessum barða? Síðasta barða var ekki að fekk hann eye-pokes og bara dómarinn bara stöðvaði ekkert. Já, hann var fucking deyja, sko. Þetta óhefnasti maður í heimi, sko. Og þessi Marco Tulio og fucking Unit, sko. Þannig að greið kallinn, sko. Trey Ogden leit ógeðslega vel út, þá hann leit ekki vel út. Upp á spartaðamaðurinn þinn. Þú varst bara í síðast þetta, bara Trey Ogden á kartinu, strókar. Þetta geggja kart. Trey Ogden. Ok. Manstu ekki því? Man ég eftir því? Man ég eftir eitthvað sem gerðist ekki? Nei. En Thiago Moses sem sér. Ég mikill Moses maður. Þú talaður Moses, sko. Já. Trey Ogden átti fyrstu lótu, það ekki? Jú, hann átti hana. Bara skuldast og leit ógeðslega vel út. Og ég veit ekki bara, Moses hefði bara einhvern veginn náð að justa almennilega, sko, en Ogden leit ógeðslega vel út, en svo bara í 2 og 3, það var ekkert að frétta, sko. Já, það skemmtilegt. Viktoria Dudikova var stoppuð og sló Kornemann sinn utanandir. Sem hún var eitthvað að segja eitthvað svona, herru, ég sagði þér að færa þér meira hingað eitthvað og þú gerður það ekki. Hún bara leita á hann og bara sló hann utanandir. Pæli, en bardaða maður myndi gera þetta. Við hornið sitt. Já. Það eftirmálar af því. Það er bara orðið slagsmál. Já, nákvæmlega. En ég held hann hafa alveg átt þetta inni, sko. Hornið? Nei, hún, veist ef eitthvað bara, ef þú ert nýbúin að tapa því komin úr búrinu og eitthvað byrja bara, ég sagði þér að gera eitthvað. Fucking, þú veist, smekk. Þið búin að sjá tölfræðinu sem bardaða? Nei. Total strikes, 42 á Kline, 4 á Dudikova. Já, hún bara ekki komist í gang. Hún er voru þetta ekki mikið ground strikes, þú veist? Þetta var svolítið í golfinu. Þetta var 15 significant strikes af 42, þannig þetta er á megni í golfinu. Bara svona, flagga þetta. Já, make sense. Glæsilegt. Ég ætla að segja skilið við þetta kart. Já. Vil ég tipla á lauslega við fréttir það? Já. Ég svo ég þarf að segja glósunum mínar. Það er náttúrulega Leon Edwards, Jack Della Maddalena. Já. Það er main eventið í mars í London. Það verður helvítið skemmtilegu bardagi. Já, það er main eventið. Það er það verður geðveikt. Sko, hvernig er meiðslastatus á Maddalena? Hann ætla að breyta þessu hendir og allt fá sýkingu og eitthvað. Já. Djöfis pakki. Já, ég hef svona ekki teirt neitt meira, sko. Nei, ekki heldur svo þarum. En það er spendi. Holly Holm er lausundarsamningi frá UFC. Já. Hún ætlar að... Hún vil ekki fara í GFL að fá ógeðslega mikið pening. Já. Það er eitthvað super easy fight. Og hún er líka bara að fara að vera champ þar. Já, getur leiðið. Hún sagði eitthvað svona, box og hnefa og MMA og eitthvað. Alltaf sé ekki bara GFL búin að banka upp á og hún vil losna undan. Já. Ég held að það er örugglega rétt lesið. Og Tyson Fury er hættur í 5. skipti. Já, það er ekkert að marka maður segir, sko. Liggur að maður skrifa ekki lengur þegar þetta kemur. Nei, en ég skrifaði myndi í morgun. Já. En sko, stiðsta retirementið hans 3 klukkutímar. Hann er búinn að býta það núna. Já. Þú veist, þetta er lengra en það. Já, þetta er komið lengra en það, sko. En það finnst að við erum svona bara að telja það í klukkutímum minna. Já, nákvæmlega. Svo hefur hann hætt þegar hann er í banni. Svona einhvern veginn verið svona, nú hættið þú Tyson Fury og bara, árið setna bara, ég er hættur í bóksing. Byrjar svo aftur að bóksa og endur 5. skipti. En hann vil meina að hann hafi verið rændur. Núna síðast? Já. En sko, maður veit ekki nákvæmlega hvað hann er að tala um, sko, en hann kemur á þessi skemmtilega, hann sagði Dick Turpin wore a mask. Þannig að hann er að gefa skinn að hann hafi rændur. Já, það er bara bull, sko. Já, en Turpin er gömul, eitthvað svona gamall breskur bói sem var að ræna fólk á hestbaki á 18. öld. Já. Þannig að en hann á eftir að ég spái að hann komi úr retirement í Móti Klitschko. Júli, nei, Joshua. Joshua is the money fight. En á hann ekki bara nóg mikið pening. Battle for Britain. Hvernig svona, þú veist, hversu mikla peninga, þú veist, hann á hann ekki bara nóga peningum. Er eitthvað að fara að vera eitthvað,
ég held að bjóða honum eitthvað sem hann getur ekki sagt nei við. Hvað hefur hann að gera við einhverja 100 milljóna í viðbót? Ég held að þegar þú átt 5 milljarða þá eftir svona 15 ár þarftu 3 í viðbót. Ég held að það sé svolítið staðan. Já, eins og býr hann bara hérna í Morecom og eitthvað, þú veist, það bara fish and chips og góðu verði. Hann á einkaflugvél. Ég sá einhverja klippa á honum daginn sem hann var að tala við Paris-konuna sína honum var að tala snekkju fyrst og hún var eitthvað, hvað ertu að tala við búum eitthvað hér og hann eitthvað, það er líka kaupa flugvél og hún eitthvað, nei eitthvað og kom hann, ég þarf eiginlega flugvöll samt til að eiga þessar flugvöll mér langar bara að kaupa eitthvað þá var ég bara eitthvað, ok, hann átt þeirra pening já, ég held að sko hann og Usyk deildu 150 milljóna pörsi síðast að parta pundum eða dollarum líklega já, ok in dollars það er samt alveg nóg sko já, nei, pundum það er enda meira já þannig að hérna hann bekk 30 milljónum minna fyrir að tapa þannig að þú veist, og það er seinni bara daginn já, allir þessi money fight sem ég skil hann ekki, þú veist, byrjum orðkom þú pönsa penning, auðvitað viltu kaupa flugvöld gott að eiga góða konu samt sem er bara, nei, ástin mig, þú þarft ekki flugvöld ekki meiri flugvélar samt ég held að eitthvað tójan ég held að það sé annarkvort honum vanti spotlightið eða honum vantar pening hún langar að komast í fyrirsagnir, það er einhvað hann á Joshua bardaðin eftir málega þegar hann er búinn að sitja á raskatinu í nokkra mánuði þá mun hann leiða svo fokkin mikið hann vill fara aftur í ringin það var þannig síðast já, ég sé rétt sér eins og maður sá það í heimilþáttunum á Netflix sko að hann var bara eitthvað að vera geðugur og vera ekki að berjast sko. já þeir eiga það svolítið tilhaldi maður sér fleiri bæði Volkanovski bara the crash and burn of Conor McGregor sýnir það líka sko já, ég samla herru, svo var það Khabib sem var fjallaður úr flugvél af neyðarúðningunum var það ekki þegar hann talaði ekki nokkuð á önsku eða eitthvað? Jú, mér skilst að það hafi verið eitthvað svoleiðis og flugfélagið treyst honum mikið til þess að geta sinnt var þetta ekki eitthvað blandað að hann er rússi og múslimi ég held að þetta sé svona fyrir flugvélastarfsmenn sé það eitthvað svona double trouble muslimafóbía einhver það er rannsakað út frá því sko það kemur svona eitthvað svona múslimabandalag og rannsakar svona fordómadót sko en já, alltaf þetta sé það, hann er múslimi og hann sé líklegur til að reyna gandaflugvélni sko, við vitum að Khabib talar ágætisensku við vitum að Khabib er fokkin skotheldigur hann var ekki fullur hann eða eitthvað veist, þetta er bara, hann er bara ferkantaður maður veit alveg ég myndi alveg treysta honum að sitja á neyðarúrgang 99% af velinu sem myndi treysta verri en honum til að gera það 100% þannig að hljóta að vera annarkvort að hann sé rússi og eða múslimi ég held að það segja þetta kombo rússa-múslima kombo sem er ekkert rosalega vinsælt í dag svona í Bandaríkjunum og svona já, það getur verið eitthvað svoleiðis en bara, hann vildi ekki hann var búið nýtt sæti og ég veit ekki af hvað hann tók því ekki bara betra legroom og annað í þessum sætum og ég held bara hann hafi verið móðgæður ég myndi líka vera móðgæður já, ég myndi ekkert vilja ég myndi segja nei, ég fer bara annan flug og hún var bara, I'm not gonna have this back and forth with you, sir oh my god í alveg flugfélög getur verið svo ömurleg já, líka bara ég horfði á þetta viti og ég var bara pirraður mér fannst hún bara ekkert hún ætlaði ekki að hlusta á neitt einhvern veginn ég heyrði líka að þetta væri eitthvað leiðilegt flugfélag það var eitthvað sem sagði bara hvað Khabib að gera flug með þessu flugfélagi yfir höfuð eitthvað frontline Frontier þetta sé ekki bara eitthvað ódýr flugmiði það er ódýrt við veitum að hann notar pirate linka til að orða við sér þetta, sko, ég held að sé bara þau voru bara alveg never pay bara Russian news I have Russian link never pay bara never pay I have Russian link ógeðslega gott þú sé bardaði með sko þú veist bara svíkindi skatti hérna hægri vinstri á millions já, allegedly sökan undan skatti þetta er náttúrulega í Rússlandi, ég held að Rússi vanti pening núna til að fyrir stríðsrekstur sko. Ég held persónulega að hann ábráður er búin að koma sér fyrir í Dubai og eitthvað bara svona eins og flesti gera sko. Hann er búin með bara accountant sem sér þessa peningamál veist, ég skýr hann vel sko. ég er nánast farin að taka sko vöruúttektir og launin mín hérna heima og sæfennandi gegnum Dubai og bara með eitthvað gæja og það er mjög næs Nonni var að tala um þetta ekki
ég og Biggi Jón fast kennitala allt til að fá ekki böflöki rassin maður shit, þú ert rosalega Herru, glæsilegt, og fara að reka endan út á þetta já, þetta var skemmtilegt þáttur gaman að fá Jonna í þáttinn love that guy já, þetta er svo næs guður hann er kildi mig já, ekki næs guður sko þú áttur að skilja þannig ég þakka öllum fyrir að hlusta við sjáumst eftir að viku liðni og rappum upp þau UFC 311 og svo þurfum við kannski að hita upp fyrir eitthvað ég veit ekki, náum við því þessu stórt við hittum þetta að vera alltaf að hitta fyrir byggamótið sko. Byggamót HNI er að fara að byrja bara eftir núna að tæpa 2 vikur þannig að við þurfum að hitta fyrir það í næstu viku já, síðan er öll eitthvað Fight Night lítið sett sem við getum talað 2-3 bata en í megniða tímanum fyrir þetta 311 kort, þetta er náttúrulega bara sturlað kart það verður mikið að unpacka hérna í næstu viku sem er gott að hafa þetta að hlaka til herru, ég þakka öllum fyrir að hlusta og við sjáumst eftir að viku liðni og hérna fokkum við ekki til god damn Kjökjöf Nú opna þetta og stoppar ekki herru 1, 2, 3, 4 hérna I had heard a rumor that John Jones wanted $30 million to fight Tom Aspinall. The rumor is that he wants $30 million and the UFC's going to pay him. And I did hear that rumor.